Góð kvöldi. Það Cat Special. Já. Við erum að rúlla af stað með svolítið nýtt koncept. Já, við erum svona dálítið að fara kannski aftur í grunninn, smá. Já, Ásamt við erum ekki að hætta með hitt, sko. Nei, sækja aðeins í ræturnar. Já, þú veist, við höfum fengið sneiðar og pillur og veit hvað og hvað fyrir að margir búin að segja, eru þið nýja fútbolti-dark? Þannig að við erum að svara kallinu með að stefna að vera allavega aðra hverja viku með auka þátt þar sem við erum að einblína meira á skákina. Akkurat, þannig að við ætlum að fá til okkar skákmenn sem eru mjög góðir í skák. Og áhugaverðir. Og að samanskapi áhugaverðir, bara það verður virkilega gaman og ég er mjög spenntur fyrir þessum. Já, algjörlega. Það er gaman að vera með alvöru skákþætti inn á milli, sko. Algjörlega. Og við ætlum að gera meira af því. Já. Það er mjög gaman og gestur kvöldsins er engin annar en Guðmundur Lí. Já. Samstarfsmaður minn í Landsbankanum eða fyrirverandi. Já, þið látið þetta tikka þar. Já. Þannig að ég er mjög spenntur. Hann er líka mjög góður í skák. Ég held að ég var að taka það saman ratioð okkar, hvernig ég skora á mótunum. Ok. Held þetta standi núna í... Er þetta eitthvað sorgarsaga eða? 19 á hann og 1,5 á mig. Já, sorgarsaga fyrst. Já, það var svolítið að rifið upp en það er eins og það er. En ef við förum kannski aðeins yfir áður en við komin á styrktaraðan okkar, kannski það sem er á döfinni hjá okkur. Já, endilega. Ég get alveg skúpað því núna á þriðjudaginn kemur til okkar Jón Kári Eldó. Rétt. KVF Legend og bara kóngurinn í Vesturbænum. Úff, ég er spenntur fyrir því líka. Já, ég held að það verður alveg gestur. Svo ætla ég ekki að segja hver kemur eftir honum, en það er risastór. Já, það er kanona. Já. Það er nú bara kanona, en eitt sem ég langar líka að trúina, því þetta er mjög mikilvægt. Við erum að fara af stað með gjafaleik. Við verðum með gjafaleik á Instagram, sem virkar þannig að við setjum inn mynd, það er hægt að like hana, kommenta á hana. Það er sjálfsögum meiri líkur eða kommentið og svo setja hann í story. Eykur allt líkurnar. Já. En þar að auki verðið að fylgja okkur á Instagram og það verða veglegi vinningar, heldur betur. Heldur betur. Við erum hérna í AH-höllinni sem hafa ákveðið að gefa gjafabréf hjá sér. Já. Vistvænt gjafabréf. Já, grænt og gott. Já. Hvað vorum við með? Við vorum með rétt heilu kassan af því, sko. Já, þetta er 20.000 króna gjafabréf á AH. Já. 15.000 króna gjafabréf á Dominos og 4 kassar af Ripped. Mikið sem vinna. Já, mjög mikið að vinna og fyrir utan líka bara heiðurinn að vinna fyrsta Cat-gjafaleikinn, sko. Já, og fitnessport og Motif og AHA þeir hafa allir verið góð við okkur og stutt þéttu baki okkur. Er það talandi Motif, þá verð ég nú að segja eitt. Já, komdu með það. Húfurnar eru klárar. Við erum reyndar ekki með þær í kvöld, en við verðum með þær í þættinum á þriðjudaginn. Því ég fer að sækja þær á morgun. Rétt. Já. Stórt, það er mikið á döfinni, mikið í pípunum. Rétt. En mér er að fara að klæða í fingurna að komast í skákina. Já. Fáum Guðmund Kristinn Lí. Gest kvöldsins. Vertu velkominn. Og það er introlag. Sælir! Sælir. Takk fyrir að hafa mig. Já, takk fyrir að koma. Ekki bara hressir. Upptekið maður. Já, skál á þetta skál. Hvað segir þið á? Hvernig finnst þið Gambinoinn? Já, þetta er gott, sko. Já, við verðum að gefa smá sjátt á Húgimenn, Leifur. Húgimenn, og Rúa. Ég var að lesa þetta á hann, ég ætla að gleyma strax. Það er Heiðrún, Skútuvogur, eitthvað, Kringlan og Hafnarfjörður allavega. Já. Og svo bara fara inn í vínbúðina og skoða þetta. Þetta er algjör veistlega þetta vín. Virkilega gott. Ítalskt eðalstöð, sko. En aðeins að gestir kvöldsins, Gummi, við erum alltaf búin að þekkjast í mörg ár. Já, 15 ára eða eitthvað. Já. Kynnumst í gegnum skákina. Heldur betur. Urðum heimsmeistarar saman í skák. Það passar. En nú ert þú kallaður Rain Man. Já, ég myndi ekki alveg fara svo langt. Eða þú kallar þig það. Já, En þú ert semst þarna rétt eins og gestur sem við fengum fyrr í þáttaröðinu, þá fengum við Benedikt Jónsson sem var starffræðingur og tölfræðingur. Einmitt. Það er bara sama þú ert það ekki? Jú, ég var að klára núna, master í tölfræði. Ég get kallað mig tölfræðing Og hvað var ritgerðin það var eitthvað tímaraðagögn og ég ætla ekki að alveg drepa stöðulega henni. Nei, það er enda skemmtilega starffræði spurningar sem koma hérna eftir. Já, ég býð spenntur eftir því, sko, en það er bara fínt að klára þetta og getur maður einbeitt sér á skákinn aftur. Nei, ég ætla að gera það. Ég ætla að reyna það. Já. Ertu búinn að tefla eitthvað upp á síðkasti? Nei, aðeins um mig, aðeins að skúra gólfum mér. Tókum einhver nokkur skákir í sumar, sko, en þannig sé ekki neitt, sko. Ég var alveg til að taka kappskák aftur, sko. Já.
Það er svolítið svona búið að vera á ís alveg í 1,5 ár, Já, sko. En já. tekur einhverja blitz-leiki á, í Já. chess eða chess.com. Leifur, íttu bara play. Er það bara þannig? Keyrum aðeins í gang bara. Já, ég er spenntur að prófa Ég þetta glemdi að líka þetta tala. á rekk. Þetta er... Ha. Við erum alltaf eftir að fá hann aftur, maður. Já. Þannig þetta er ekki live, eða? Nei, þetta er ekki live. Nei, hann er að grínast. Já, ok, herðu, já, hérna, tökum bara, byrjum hérna. Ég er spenntur að prófa að tefla hérna Og tala. og tala, sko. Já. Mér langar líka að gera eitt, af því ég veit að það er einhverjum hrókar að horfa. Já. Mér langar að vera með chatti fyrir róm. Svona bara. Ég... Það er fantasy, Já. sem sagt, Fantasy fantasy Gambit. gambiturinn, ekki, hérna, ekki Þannig fantasy að ég Premier gleymd League, að nokkuð aftur ít á rekk. Hvað viltu fá, Leifur minn? Já, bara lokað inn, það er gott. Já, hann ertu. Talandi um fantasy. Gummi, hvernig gengur þér í fantasy? Ekkert allt of vel, sko. Þetta er marathon, Leifur, þú veist Já, það. hérna, Ég er alveg vel hrókafullur, sko. ég klikkaði smá á kapteinunum mínum, hann að ég var ekki allt of... Hver er kattið? Hérna, Gimenez. Já, maður sem er ennþá að stýra lápinn, sko. Já, einmitt, sem var bara að koma tilbaka Já, hann og Kasper Schmeichel sem var að kapteina hann. Ég er ekki alveg náttúrulega satt með það, en fekk einhver stig svo sem, sko. Ertu með Salah og Fernandes eða? Já, ekki allir með hann eða? Það er ekki bara að skilda? Ég er ekki með, það er allir með Fernandes en ég er ekki með, það er bara prinsipið mér, ég er aldrei með Liverpool menn. Í alvörunni? Ég hata Liverpool svo mikið, Það er svo biturt, sko. Já, kannski. Salah skilaði góðum, hvað var það, 34 stigum í bankan? Já. Þannig byrju, já, ok, ég var með svo peð þarna. Já, þetta er erfiðar en ég held, en þarna... Fínt að aðeins að koma þér í gang, nefnilega, sko. Svo venst þetta, sko, já. Það er bara... Goofer Junior spyr, is it Spanish or Italian? Scandinavian, I mean. Yes, this is Icelandic. Hvernig lítur þetta út á borðinu? Hann hefði getað grætt minna peð, sko, en hann ákvað að taka það. Þetta er svona jafnvægi sýnist mér, sko. Fuck, hvað er ég að gera? Ég er búinn að missa hrók líka. Það er ekkert auðvitað að tefla og tala, sko. Ég er líka, ok, einmitt, já. Fyrir bara... Gíf hann bara þetta peð, sko. Þetta er aðeins erfur en ég bjóst við, sko. Þetta var vel eitra peð. Já, ég veit ekki með það. Út samt að góða stöður núna. Já, svona ótrúlegt en satt, sko. Biskupinn og D þegar við erum Þetta er hérna... Þetta er samt aðeins... Applying the pressure. Já, maður það bara attack the king, sko. Það er ekki bara... Allt í einu ertu komið með 2 biskupa, drottningu og hrók á móti kónginum þannig. Já, þetta lítur núna allt í lagi, Já, sko. og svarta peðast hann ansi veik og... Hvað er planið núna? Það er bara hrókur hérna. Frá orðið máti í þrenn. Og hrókur hérna. Þetta er bara... Þetta er ekki bara Já, ok, þetta var endar... Þetta virkar þá ekki núna. Já, hvað getur maður... Hvað er mörg stig hérna? Við hvernig er ég að tefla? Ég sé það ekki. Hann er svona 15-16 andri þessi. Já. Ok. Já, það var bara leikur. Þetta er eitthvað ég segja? Hvað ertu að pæla? Já, ok. Já, nú ertu að hóta bara... Það er með FP, það er nú málið, sko. Já, þetta er, ok, nú er líka ég búinn að fókusa alltaf mikið á að tala minna, sko. Spá, sko, hefum við leikið hróknum upp fyrst á F3? Já, það er rétt, sko. Bara gengur þetta upp, það er glöggi. Strax komum við í fórundis. Já, Beitt af borðinu, sko. Sjá þér allt sem ég er að gera prímo og allt það. Þú veist, sést það alveg. Nei, þú veist, það er bara, já, bara pæla, sko. Ef þú Sjá hvað ég er að gera nú er þetta að kepa móti Jónandi Bæ, sko. Já, þeir sem eru að challengea, þeir Já. sko, þeir sjá ekki músina, þannig að það getur verið yfirkallum en leið að teka hann upp, sko. Já, Sjá þetta. ég skil, ok. Ok, já, þetta lít... Var ekki heimska hjálm að drepa á F1 með það? Jú, ég held það, en ég held að hóttunum er bara frá Biskup gengur, sko. biskup þarna
Þetta getur ekki enda vel. Nei, ég held að Þetta er orðið mál. Takk. Það er leiðið það að láta Prímo. Krekkja vel, hann rúlaði upp fyrstu skókinni. Nei, ég byrjaði hræðilega sko. Högtir aðeins. Alveg ferlegt sko. Jæja, hann Það er gott. Ég veit ekkert hver þetta var. Nei. Svo voru að fara hérna, sorry. Svo förum við hérna, leiðum hérna aðeins að mönnum að vakna til lífsins og bjóðum upp á challenge. Já. En mér langar bara strax að grípa eitt bolt á lofti, þú djamma með Magnús Carlsen. Já, það gerðist einu sinni tvisvar sko. Já. Það voru, það komið svona æsku vinurinn. Já, við erum Palli Andra. Við býðum aðeins með Carlsen söguna. Já. Það er alveg skákandi þetta í gangi þetta. Ég myndi gefa Að ég ekki reyna að segja hérna bara með mér. Jú, ef þú getur það. Það eru tvö skipti sko. Fyrst var þarna þegar Evrópumótið var hérna. Ef við áðurinn höldum áfram, Leifur, hún er í boði hvers? Þessi saga. Þetta er búið mótíf. Þetta er búið mótíf, já. Okay. Það var þarna, þegar Evrópumótið var haldið síðast hér, var það 2016 Já, 2016. Já, þá var eitthvað djam á Hótel Hilton. Evrópumót landsliða, eða ekki? Jú. Og þarna, það var það Ólympíumótið, nei það var Evrópumótið, allavega. Það var eitthvað djam á Hilton, þú varst þarna sko. Já, ég var þarna. Það voru eitthvað, þú veist, en þá sátum við nú bara frekar mörg og vorum nú bara eitthvað í einhverjum hring að spjalla og ég man mjög lítið eftir því kvöldi sko. Var hann miðpunktur athyglinnar? Líður hann vel í athyglinni eða? Já, þú veist, ég held hann fyrst bara allt í lagi sko. Hann er alveg svona grínisti og finnst alveg gaman að þú veist svona, ég held að bæði skilur, ég held að hann nenni ekki að tala um skák sko. Nei, ég man alltaf að ég konfrontar hann á Hilton Hotel og við getum að orða þannig að ég sé mann sem er áhugasamur að tala um mig sko. Já, hann þekkti mig ekkert fyrir mig og mín fyrir störf sko. Hann gaf ekki mikið fyrir mig sko. En þetta var Jón, hann sé drukkir hann. Já, það var málið sko, það var svona, ég myndi valla kalla þetta að það var djama með hann sko, það var meira bara við eitthvað við hann að sósa 20 ára eitthvað og hann bara úff, þessandi hausinn sko. Já, þið voru bara tvíti. Við vorum frekar ungir sko, þannig að ég var ekki alveg að ráða við þetta þeim tímapunkti sko. Nei. En svo var einhvern tímann var hann að drekka mannst heimi á Hödda eitthvað. Já, það er hinn sagan sko. Já, það er alveg sagan. Já, þú veist, það var drullu gaman sko, við vorum það byrjaði samt, það var alveg heill dagur sko, það var þá fórum við. Mér var ekki búinn þangað. Nei, því miður. Nei, bara svo því sé alltaf til að. Já. Það fórum við sko, ég fór heim til Hjörvars og vorum bara að horfa á fótboltaleik og fórum svo til Hödda einmitt, þar sem hann var að keppa móti Wesley So í chess.com speed tournament, ég man ekki hvað það heitir. Wesley So er bara top 5 í heiminum. Var Hörður bróðir Hundar eða hver? Nei, Hjörvar var að keppa hann, þetta var haldi heimi í Hörður. Já, á móti Hörður er magnaður sko, en hann er ekki alveg. Það er ekki svona góður sko. Já, vá, ok. Það vorum við sem sagt heima í honum að því við vildum bara vera eitthvað stöð sem hann gæti telt og það var eitthvað Real Madrid leikur í gangi og eitthvað. Wesley So, þið voru að tefla netinu bara. Carlsen var að tefla einvíu Wesley So. Sæll. Og var bara heima hjá Hödda að gera það er rosalegt. Og hann, við fengum einhverja bjóra bara fyrir daginn skilur að við vorum bara að horfa á fótbolta og hann vissi alveg að fara að tefla við hann sko, þannig að það bara að plana þetta einhverja marga mánuði fyrir bara, já, bara þú veist, bara stór keppni þetta eitthvað en Palli var alltaf líka verið fljótur að klippa. Já, hann er helviti segur sko. Hann er ofvirkur fjandi sko. Já, ég trúi honum ekki. En allavega, við vorum þá fórum til Hödda og búin með, þú veist, nokkra bjóra og eitthvað og förum svo og svo er hann bara að tefla skilur og hann er bara að pakka honum eftir bara nokkra bjóra og er að taka inn á milli bara skot og var hann að pakka Wesley So? Já, hann var alveg frekar mikið sko og líka það var svona lagg á streyminu, þannig að hann alltaf svona pikkaði ykkur og tjekkið þetta skilur, svo bara máta hann með riddara eitthvað skilur. Það var alveg svakalegt sko, þetta var ótrúlegt að sjá sko. Veistu hvað hann var að keppa með mikið peninga? Þetta var undanúrslitin sko, þannig að það var ekkert eitthvað, þú veist, jú, það er ykkur $1,000 eða eitthvað sko, en ekkert mikið meira það sko.
og já, svo bara vinnur hann, skiluru og svo Kvöldið endar ekki þarna? Nei, kvöldið endar svo sannlega ekki þarna, sko, Nei. því við förum síðan bara og förum í bæinn og við fórum hinn til einhver félagar okkar og hann bara vel að hella í sig, sko. Já. Og enda bara því að verður bara frekar fullur, sko, þannig að við erum bara já, hvað er ég búinn að gera? Ég hef ekki verið peða þarna. Hjörvar sagði mér sko að þegar þið fóru niður í bæ með honum að það kom ykkur alveg óvart hvað voru margir sem vissu hver hann var. Já, hann var alveg frægur, sko, hann var þú veist, það var alveg Unnsteinn Manuel var sko, hann vissi alveg hvað hann var og einhverjir fleiri og þú veist, allir að stoppa við hann til þess að taka einhverja myndir með hann, sko, en já, svo eins og ég segi, sko, hann var alveg frekar fullur af hann fórnir í bæ og svo heldur hann bara áfram og enda með því að hann verður bara mökkaður, skilurðu og við fórum okkur á nokkra staði og hann var geðið peppar í að fara eitthvað lengra og vera með ykkur flöskuból, ég veit ekki hvað. Það hljómar sem að tala um eitthvað fyllibittu vin sinn, sko, og talaði Magnús Carlsen, Já, þetta er heimsmeistarar í skák, sko. Já, maður heimsmeistari síðan 2013. Já, En hann er samt frá Noregi, sko, hann er með skandinavísku drykkjugetuna, sko. Já, menninguna, já, kannski, Það já. getur rétt. Þannig að hann alveg var mjög peppaður, sko, Ég held ég sé ekki skúpa neinu, en svo hittir hann eina stelpu. Það var ekki þá, sko. Ekki þá? Nei, það var alveg ekki þá, sko. En allavega, og þá hittir hann eina stelpu og allt í góð með það, nema að hún alltaf hittir hann bara, hefur ekki hugmynd að þetta sé Magnús Carlsen. Hún heldur þetta sé bara einhver túristi, gæi, sko. Svo náttúrulega er hún bara að horfa á fréttirnar bara einhverju mánuði setna eitthvað, þá var hann náttúrulega bara að taka við þeim stóra, heimsmeistari 5. ári í röð eða hvernig sem það er. Hún er Hann er fór þetta. Þetta er erfitt, sko, líka þú veist maður er með líka bara Palli hann er svo segur, hann er sko. segur, sko, Palli vel gert. Herru, það er Ólafur Evert og hann vill fá 5 og 5. Hvað er þetta hérna, skilurðu? Helgi Brynjars, þú varst of seinn. Já, herru, já, það er það Evertinn. En já, ég náði ekki að klára alveg söguna, sko, við svo endaði því að hann voru hent út af Amerikanbar. Það var nóg fullur, skilurðu. Ha? Já, hann Magnús Carlsen, heimsmeistari í skák. það kom bara eitthvað dyraverður, skilurðu. Dýraverðingar er ekki miklir skák á honum. Vita ekkert hver þetta er og Þessin eru þeir, nei, já. En það endaði kvöldið, sko, en svo, já, var hann komin held ég på Hóllarbryggi og, já, bara alveg. Ætti að vera svona ákveðið þjóðumbyrðu regla og hendir ekki Magnús Carlsen í staðinn. Ég ætla að segja, ég veit það ekki. Ímyndið ykkur ef að Messi eða einhver heimsmeistari í fótbolta eða tennis væri á klúbb bara einhvers staðar. Já. Þó hann væri sko að lemja gestum. Já, ég meina, hann fengi borga fyrir að mæta þarna. Já. Og heimsmeistaranum í skák er bara hent öfugum út, Já. sko, á Íslandi, á Amerikanbar. Það hlýtur að vera okkur low point hjá hann. Það var alveg komin alveg, sko, það var alveg, já, hann hefði þetta að fara heim. Það var komið vel í hann. Kannski 3 bjórum fyrir eða eitthvað, Já, ekki, sko, þetta var. Nei, Það var allir en lent í þetta var samt mjög gaman, sko. Já. Og svo náttúrulega höfum við spilað fótbolta með hann líka. Já, hann er góður í fótbolta. Hann er fárlega góður í fótbolta. Er það? Já. Fáránlega? Hann er alveg mjög góður í fótbolta. Hann æfði með U17 og U19 á Noregi. Nei. Ég sver. Ha? Já. Ég sver. Í alvöru? Já. Og náttúrulega þjálfarinn hans, Símon Akterstæðin, var landsliðsmaður í fótbolta. Já, ég vissi það, sko. Í boltan. En hann var svona góður. Já, Carlsen er frekar segur í fótbolta, sko. Sko, ég hafði heyrt bara út undan mér í gegnum örugglega ykkur að hann væri svona frekar harður í horn að taka á vellinum, hann var ekkert að gefa eftir með þessi innanhansbolta. Já. En þegar menn spila svona háu leveli þá er það bara þannig, sko. Já, já. Það er ekkert smá hart. Menn tala um að hann hefði orðið nýji Erling Braut Haaland. Já, en það. Já. Ég er að seint að sæna hann bara í Chelsea. Eitt sem ég náttúrulega oft pælt í, sko, því ég veit að Carlsen er risastór í Noregi. Hvor halda þessi stærri, Haaland eða Carlsen? Er ég aðeins að hætti Í Noregi Þú eða ert að spóla yfir því núna, sko. Já, líklega ég veit það ekki, ég held að Haaland sé Líklega nú, Haaland. þú veist, fótboltinn er bara svo miklu vinsæll en skák, sko. En hann, þú veist, í Noregi, þú veit örugglega jafnmargir hver báðir eru, sko. Já, ég er að segja það, sko. Allir bara. Já, ég er Já, ég lega, sko. En sko, svo getum við að velta upp þeirri spurningu. Áður en að Haaland var svona góður, var Magnús Carlsen þá skærasta íþróttastjarna Norðmanna? 100%. Það var eitthvað skíðagaur sem var eitthvað líka geggjaður. Já. En ég held að Carlsen er bara þjóðarhetja annars, sko. Þannig að ekki nokkuð spurning, sko. Já, þetta verður löng skák, sko. Já, 5 og 5, sko. Já, ef það verður hægt að senda kappskák, sko, þá myndi hann gera það. Þetta er eins og Helgi talaði um þetta fyrir árshátíðina. Óli vildi helst hafa þarna kappskákir á árshátíðinni. Já, svona, Evertinn er alveg, sko, það vil helst bara
hafa þetta slátt og mögulegt sko. En Þú með góð stöðu sko. já, þetta nú allt í lagi sko, ég alveg sáttur sko. Hann búinn að bjóða jafntölum, má ég sjá, hvað Já. Aha. Já, Reykja búinn að... Já, maður getur ekki svona séð það. jú. Þetta er lágmarkstími, segir það. Þetta er lágmarkstími. Já. Ok. Hvanberginu mættir það... Leifur, það er eitt sem ég verð að koma inn á. Já. Þarna, það varð allt vitt, ég er alltaf bliki. Það er búið að vera allt vittlust frá því senasta þetta. Eftir að þau orð sem að Kári lið þarna. Kára, já, sko, ég Ég er búinn að vera að fá vænar pillur með blikum. Já, ég gef ekki mikið fyrir ykkur blikana því miður. Bara sama eins og Kári segi, ég skulda Breiðablikin akkurat ekki neitt. Akkurat ekki neitt og ég bara skil það svo vel. Þetta er bara... Ég skil ekki þessa reiði af fólki, það var allt, en það var þetta mest lesna fréttina.net sko. Já. En já, fólk er ekki sátt sko. Nei, ok, þú veist, Íslendingur bla bla bla. Hann ef þú heldur með einhverju liði eins og Aberdeen sem spila fyrir og stuðningsmennir búin að styðja Svona þið fættist þarna, Já, þú veist, bara, já. Þessu Breiðablik sem hann spilar á móti og ber engar taugar til, sko. Já. En mér langar að taka einu umræðu þarna því að þetta er Cat Special. Nú loksins að fá við aðeins að blómstra Leifur. Við þurfum alltaf með byssur hliðan okkur, ennþá með byssu, en þarna þetta er meira á rólegur núna. Litli viðkvæmi blóminn sem við erum. Já, Það var nú að stríka út. Það er þetta viðkvæmt bróm, svartur er það sko núna. Ég vil bara fá topp 4 hjá okkur báðum í Premier League. Já. Fæ ég spurningu líka? Það er gaman. Hvað er þetta að gera? Óli, ertu byrjar að hella í frástíðina? Leifur, þú ætlar að mæta ástíðina ekki? Líklega, jú. Já. En betur það svo topp núna þá á þessu sísoni, hverjir eru þarna... Og Champions League vinnus, auka bónusspurning. PSG vinnur Champions League. Það er náttúrulega að ég Ef þið vinna ekki sko. þá náttúrulega... Það er bara svo típist að þið vinna hann ekki. Ég sé bara ekki hvernig þeir vinna hann ekki. Þeir eru með svo lang besta lið í heiminum. Já. Með flottan þjálfara í POK. Sem er aldrei unni mál. Nei, enda þjálfaðan Tottenham sko. Það er kannski helst í hendur. En þetta er City og Guardiola náttúrulega ekkert labba að leika við. En ég ætla líka að segja PSG til að svara þér. Ok, topp 4. Er þetta leikur eða? Hann skákar þig. Ég var að pæla í þessu, þetta virkar ekki. Hvað skákar á mig? Hrókdreipirið. Já, ég dreif með hrók. Mát. Takk. Þetta er alvöru leik. Já. Þetta er nú líklega bara leikur Good dagsins í game. boði Good Dóms Nóa. Dómus Nóa, já. Good game evert. Fiskur G5. Dómus Nóa leikur kvöldsins. Þú veist að vinna þér frítt verðmat. Hvað er verðmatið þessu leik? Ég segi svona 100 kúlur. Þetta er maður hefur alltaf verið segur í taktíkinni sko, þótt ég get lítið í kannski byrjunum og eitthvað svona þá skila þetta sér oft sko. Að þú ert bestur í taktíkinni, þú ert minna fyrir að stúdera og skoða byrjanir En það er taktingi smá eins og starffræði sko. Já, maður svona... En það ekki, smá svona... Þetta er bara skilur, maður það er gaman í því sko, bara svona... Ég veit að það eru tveir sem að bíða, Helgi Brynjas, Bjarki Kvamberg, nýjasti viðbútt, ég verða, Leifur, ég verða að skúpa þessu sænings hjá hrókum. Já. Þetta er einhver stærsti gluggi bara í sögu. Erum við ekki allir hrókar eða? Við erum allir hrókar hérna og við vorum að sæna Viðar Kjartansson, Sigga Höskulds, þig og Bjarka Kvamberg. Alvöru gluggi. Já, allt ekkert eðlilega sexy gæðalega sko. Nei, ég vil bara, eins og ég var að segja þið fyrir þátt, ég vil fá þetta eins og þetta er gert á fótbolta.net og öðrum fréttamilum fyrir aðra Helgi Brynjas. Þegar menn eru sænaðir, þá vil ég bara fá liðsmynd og uppstillingu, taka hendur á þjálfaranum, krota á þetta og síðan frétt á skák.is. Það er bara ég sagði þetta við Gunna, hann var ekki alveg peppaði. Nei, við erum aðeins að breyta leiknum sko. Það er margt sem á betur fara í íslenski skákmenningu. Við þurfum meira nýtt, meira ferskt. Gera svona leikmannaklökar. Já, bara búa til stemningu í kringum skákina sem er ekki... Það verður að breyta eitthvað til þess að gera þetta meira spennandi. Helgi Brynjarsson að lofa mér að hann ætla að pakka þið saman. Já, hann segir þetta alltaf sko. Hann er besti lélegi skákmaður í Íslandi sem við vitum sko. Já, hann er... Ég finnst þetta fínt að tefla á mótunum sko. Sorry Helgi, ég er að setja blóð og tennur á þér en ég þoldi ekki að tefla á mótunum þegar ég var yngri sko, því að þá hann er góður í bluffinu sko.
Já, hann er alltaf talsveit eldri við sko, hann var alltaf aðeins betri sko, hann er búinn að vera lengur í þessu sko. En það er mjög gaman að tefla við Helga sko, það er svona, hann er mjög lélegur sigurverari og líka þegar hann tapar sko. En býttu, núna er hann bara að eyðileggja peðastöðuna sinni, ekki? Já, ok. Akkurri, getur við útskýrt það fyrir? Já, ef hann drepur ESF, og svo bara eitthvað riddari H4 eða, nei, ekki riddari H4 strax. En þú veist, bara þessi hóla á G6. Það getur alltaf bara eitthvað langkrókar eða eitthvað. Já, en það er nákvæmlega sem hann vill sko. Ég veit ekki alveg sko, hann ætlaði ykkur að sótt sko, en þá veit ég bara að stoppa bara það. Er Helgi maður sem hangir alltaf á peðinni í kóngskapinum eða? Helgi er bara gauri sem er tilbúinn að fórna öllu. Bara, það er bara staðan sko, já, sjá þessi leikur hann er bara strax komin sko. Helgi er Marcelo Bielsa skákarinnar. Nei, það er bara hingað. En já, Leifur, þínir top 4? Já, Helgi var að tjá sig hérna. Hvernig er lífið í köðlunum? Hvernig er lífið í köðlunum, spyr hann. Hvernig er lífið í köðlunum? Bitu, já, sorry. Hvað? Ekki lagið það? Jú, hvernig er lífið í köðlunum? En hvað sér, já, top 4, Gummi, þú kannski byrjar á þessu? Já, það er náttúrulega menn við ekki lítast of mikið af fyrstu það er náttúrulega Bruno Fernandes sko, hann er bara hann vinnur deildina? Hann vinnur deildina sko, það er bara eiginlega þannig sko. Nei, þetta er ekki gott. Hann var helvíti góður í gæði, skal við ekki það? Já, hann var ótrúlegur í gæði sko. Slúttin hans eru bara já, hann er helvíti fínn í fótbolta sko. Touchin og sendingarnar, þetta er svo mikil gæði. Ég bara skil ekki hvernig hann fitta í. En svo er annað sem að gleymi sko, er náttúrulega Pogba var gjörsamlega styrklaður í gerð líka. Þetta gæti verið tímbilans Pogba sko. Ef hann fer ekki í fílu. Maður hefur samt sagt að það verið hvert einst tíma sko. Ég veit það. En ok, við erum með Man United efsta. Ert þú með það? Nei, hann er með það. Ég? Varstu bara að tala um Fernandes? Nei, við vorum ekki að tala um leikmenn. Eða vorum ekki að tala um... Nei, top 4 í deildinni. Já, í deildinni sko. Já, ok. Nei, þá var ég að segja City sko. Þú veist, það er bara svona... Það er bara svona besta svona... Örugasta gisk eins og maður myndi segja sko. Lítið að raukst í það? Já, ég held að City... Svo verði ég náttúrulega bara að segja United. Já. Það er spurning með 3. og 4. seti. Þú veist, Liverpool var svolítið slakir í fyrra en þeir geta alveg sýnt að þeir geta alveg spila fótbolta sko. Þannig að ætli þeir verði ekki í 3. seti og Chelsea í 4. Það er mitt. Já, það er talað um að sko top 4 er eiginlega klárt. Það er bara spurning hvernig það raðast sko. Þannig að Leifur, hvernig er þetta á þér? Já, þetta minnir mig svolítið á þegar maður opnaði próf í gamla daga og fær fyrstu spurninguna og þú veist svarið og það andar miklu léttar sko. Já, ég get alveg sagt þér að Chelsea vinnur þessa deild. Já, þannig að það þarf eiginlega ekki að halda deildina. Það væri eiginlega að sleppa því. Ég held að bara teki möguleikar í því að halda deildina sko og spila þetta leikli. Hvað er stuðunin á Chelsea núna Kúlbett? Ég var að skoða það. Sko, City er á evens, það eru 2. Ok. Og við erum held ég, sko Chelsea eru 5-2 eða 6-2, second halves. Já, það er alveg ávöxtun. Já, við vorum 11 í fyrra og ég tók það, setti einhvern 13 skall á það. Vorum komin niður í 6 og ég var þvílíkt spenntur. Hérst að Lampard myndi vinna Málma fyrsta sísoninu sínu, Premier League. Já. Ég reiknaði þetta með að Tuchel kæmi og hann er eitthvað Nei, en hérna, já, ég var yfirpeppaði mig vel í byrjun senustu leiktíðar og gerði það aftur núna, eða er að gera. Þannig að ég skal bara svara þess að þetta er Chelsea, City og síðan Man United Liverpool, bara bæði flott lið sko. Já, ég skal þetta, já, Chelsea, City, United Liverpool. Já, bara flott þannig. Sammála því eða? Sko ég ætla að segja því miður þá horfði ég á United Leeds leik í gær og United lít ekkert eðlilega vel út en Leeds voru þetta slakir sko. Þannig ég ætla að segja Chelsea vinnur alltaf þessa deild, það vita það allir. Já, ég held að flestir séu með það. Ég held að svona flestir sem eru, já, vita eitthvað, þeir eru búin að setja það. Svo held ég að City verði ekkert spes. Ég held að Chelsea lendi fyrsta, United öðru, Liverpool 3. og City 4. Það er spá. City 4. Það er spá. Wow, ok. Þetta er rjúkandi heitt take. Þú varst með eitt hot take líka fyrir þátt, Gummi. Sem hvað? Hvað var það fótbolta? Já, fótboltinn. Já, ég svona byrjar að fylgjast minna með fótbolta sko, en þú veist.
Sko, Það er bara- basically leiðilegt að horfa á fótbolta með margt. Já, svona, það er, ég þarf að flýta mér aðeins, sko. Það er ekki jafn gaman og þegar ég veit ekki, ég var miklu meira svona passionate fyrir fótbolta en núna er ég meira svona... Þú ert ekki jafn invested. Nei, það bara gerist ekki neitt, sko, það koma kannski einhver mörk en ég held að algengustu skorin eru bara einhverjir, þú veist, það er bara einhverjir nokkur mörk sem er í hverjum minnsta leik, sko. Það er þarna, sem er ekki neitt náttúrulega, sko. Já. Þannig að ég byrjaði bara svona að fylgjast með úrslitum og velja mig leiki og svona meira bara eitthvað hvað segir maður? Fylgist eftir með fréttum eða? Já, svona, ég er bara komin í svona fleiri íþróttir, sko. Ég er svona meira bara þar, einhvern veginn. Ég tengi við það, svona gaman samtidig að finna mig í öðrum íþróttum sem eru líka skemmtilegt, þótt maður hafa kannski ekki spilað þar jafn grimmt þegar maður er yngri. Einmitt, sko. Þannig að svona körfuboltinn sterkur að koma inn, Já, sko. sammála því. En annars bara, jú, maður fylgist alltaf með fótbolta og horfir á úrslit champ og okkar skilur það, það var alltaf þannig, sko. Já. En það er fátt skemmtilega að horfa á kappskák í skák. Já, Ég svo er það. elska að gleyma mér í 5 tíma að horfa menn tefla. Að minnstakosti. Já. Helgi Brynjar. Ég er fyrir vonbrigðum með bara 5 tíma, sko. Hann við fáum hérna frá Nottos, Helgi er veikur og já, hann hangir á öllum tegum sem hann fær. Já, eins og Pac-Man það kemur á piðin. Hann gleipur því sig. Ég gleipa hann líka. Hann er reyndar aðeins að, hann er að leiðast tefla vel, sko, svona með að við. Herru, svo glemdi ég einu stærsta sæningunni hjá Hrókum í glugganum. Já. Við erum búin að sæna International Master sem er 2.450. Nei. Bretti. Tefla hann þá öðru borðu eftir mér eða? Já, eða þriðja, Helgi er líklega öðru. Já. Ég efast að koma sér aðsendin. Það skiptir líka máli að vera góður félagslega, góður í klefanum. Já, gott social skills. Já. Það er alltaf áheyrnarprufur á hann og mætir. Já, var búið að taka hann áheyrnarprufur eða? Já. Fitta hann vel í klefan? Hann rétt svo slapp fekk 5. Já. Það minna máttu ekki vera. Það var ekki nægilega mikil trallari. En hann kunni að syngja? Já, hann kunni að syngja. Söngurinn í enda bjarga. Stóð sem þetta upp á borði, engin tónlist, það þurfti að syngja hana. Þetta er sem við talum að breyta leiknum í skákinni. Gera þetta skemmtilega. Það er allt í játnum. Þetta er allt í játnum, sko. Við erum aðeins að fókusa á skákina. Helgi er piði yfir. Það er tímaraka að detta í gang. Báðir í kringum 15 og 25. Þetta er svaka spennandi, maður, ha? Það ekki? Jú. Þetta er svona, Leifur, ef ég ekki segja að þetta eru þættirnir sem þú tekur ekki á Spotify. Þetta eru þættirnir sem þú tekur á YouTube. Já, og þetta er líka... Þú veist, þú mátt alveg taka á Spotify, skilurðu, en þú veist, gæðin eru í skákinni líka, sko. Mér langar líka, þú veist, mér langar líka að búa til smá kvöld úr þessum þáttum, sko. Þú veist, þetta eru svona þættir sem að Þetta eru svona nördaþættir. Já, þetta er bara fyrir á allra hörðist. Helgi er segur, sko, hann er að taka þetta, sko. Hann er með í köðlum, eins og við segjum. Já, hvernig er lífið í Köln? Upp í Karlana. Þetta er bara sem Helgi segir alltaf, sko. Hver einstu skák, svo þegar hann vinnur mann þá... Hvernig er lífið í Köln? Ég ætla að vera að nota núna. Akkur rúlum við ekki að staða með peð? Já, við skulum enga næsing, sko. Nei. Þetta var málsli. Já, þetta er erfitt. En sko, maður er að, þú veist, án þess að íkja. Þetta er erfiðara með heldur, Þetta er svona, þú ert að lækka um 200-300 eilo, held ég. Maður er helviti erfiður, já. Vel gert, Helgi minn. Vel gert, Helgi, en mótið er náttúrulega næstu laugardag, sko. Já, þetta er bara... Hvað segir Helgi þetta? Þetta er eitthvað gott, þetta er eitthvað sneið. Hvað segir hann hérna? Tala minna, tefla meira. Það er erfitt í svona þætti, sko. Það er ekki að baka köku þetta. Skera sneið eftir sneið. Höldum þessu inn í svona nokkra mínútur. Já, maður finnir bara skor. Ég býst við því, sko, því ég er ekki stórmeistari í skák, náttúrulega, eins og þið vitið. Þannig að það er ekki eitthvað svona, ég ætla að vinna alla eins og Hjörvar og Þröstur og Bjössa þeir, sko. En ef við tökum smá umræðum það. Mér langar að stilla þessu þannig. Þú ert mættur í atvinnuviðtal. Já. Eða þú ert mættur í hróksviðtal. Til hrókana, já. Þú ert að selja þessum skákmann. Já. Þú ert búinn að vera på borðið, syngja. Hefurðu fallið þar? Nei, ekki í þetta lið, sko. Þetta er náttúrulega helviti skemmtilegt lið, sko. En þegar ég kem þarna og ég settur á annan borðið, sko. Það var þetta myndast sem
sem lið þannig séð sko. Já, en veitu, sko, við erum að tala um áhættupröfunar. Já. Og fyrsta sem við gerum í áhættupröfunum er að við setjum upp á borð og þú ert að syngja engin tónlist. Hvernig eru staðið í fyrstu? Já, ertu að tala um bara literally það? Já, við erum að stilla upp sviðsmyndina. Við erum alltaf að tala um hann er hrókur, skilurðu. Þarft að vera svona skemmtilegu trallari, skilurðu. Já, ég minna þú veist, ef það er eitthvað... Ég held að Gummi sé miklu meiri trallar heldur söngvari, sko. Já, ég held að það sé freka fannig, sko. Já, ég syng eiginlega ekki. Það er bara eitthvað sem ég geri. Ég hef ekki þannig alltaf að gera það. Þannig að, já, ég forðast það, bara... Já. En já, þá myndi ég gera hitt, sko. Ok, en þá var ég, það sem kemur með aðalspurningunni, hún var svo, ef þú ættir bara raunverulega að selja þig sem bestan í skák, bara telja afreikning. Já, hvað er svona stærsta afreikið á skákferðlunum? Já. Þegar við vorum úti í Tékklandi, það var náttúrulega stórt geggjað. þegar maður var 12 ára, skilur, eða 14 ára. Það verður nú ekki mikið stærra en heimsmeistari, sko? Jú, vissilega í barnaskóla skák og þú veist... Once a world champion, always a world champion, segi ég alltaf. Svo þú veist, svo var náttúrulega þegar maður var bara krakki, var maður alltaf bara að vinna ykkur kópavóðsmót kannski eða eitthvað. Hvað var stærsti málmurinn sem þú varst? Einstaklings? Já. Það var nú ekkert stór, sko. Nei, ég fór að hugsa líka sjálfur og svona, þetta var ekki merkilegt. Ég veit ekki alveg hvað það var, sko. Það var Við náðum aldrei að vinna landsmótið eða neitt þannig. Sko. Þannig að einstaklings þá gekk þetta ekki alveg eins og... Það var eitthvað svona sýslumótið eða eitthvað. Já, þú veist, eitthvað Kópavogsmeistari. Kópavogsmeistari eða eitthvað, sko. Maður náði aldrei að... Palli Andraði var í svona Íslandsmeistari, sko. Já, einmitt, sko. Einstaklingar, sko. Já, hæ? Vann Örli og Innvíð, sko. Jú, ef við tökum... Í hraðskák, já. Nei, bara Íslandsmeistari í aðskák. Í atskák? Já, en hann bara vann, hann bara Íslandsmeistari. Það er ótrúlegt. Sem þetta er ekki alveg svona skák, sko, en þetta er svona næstu því. Þá var ég Íslandsmeistari í víkingaskák, það mannst eftir því. Það var náttúrulega bara með öllum, sko. Það var ekki unglingameistari eða neitt þannig, en það er náttúrulega leikur sem er teldur á 20 aðalum eða eitthvað, ég veit það ekki. Já. Og þetta var skemmtileg svona ef maður prófa eitthvað aðeins nýtt svona krydd upp skákinn eða eitthvað, sko. Þá er þetta alveg svona, þetta er alveg gaman, en skákbyggar, þá er það bara sama þú Birkir. Já, ég myndi halda fyrir mitt liti þá er örugglega stærsta afreki að komast í landslið og komast aldrei aftur. Já. Að komast í landsliði? Ég fór einu sinni á Norraldamóti, skilur, sem þá var ég 2 hæstu í mínum aldursflokki. Já. Það var alveg stórt, sko, fannst mér þá, af því að við vorum alveg með grjótharða árgangur. Þetta er sterkur árgangur. Já, í kringu því. Hún varst með Rímaskóla gæðina, hún varst með Gumma, hún varst með Dag Andra, hún varst með Friðrik Þjálfa, hún varst með Dag Kjartan, hún varst með endalist góðum gæðum, sko. Fullt af flottum strákum. Einar eitthvað, man ekki hvað þetta er, þú veist, bara... Emil. Já, Emil Sig, þú veist, þetta var rosalega árgangur. Mikael Jóhann. Já, vá. Þú veist, þetta er rosalega árgangur, sko, þannig að það er svona... En já, við vorum frekar að vinna málmanna í liðakeppninni, sko. Hver er það? Þetta er... Þetta er einhver krakki sem fann svo... Já, hvernig það... Hvað er þið með á stigum, vitið þið það? Ég er með eitthvað 1930 eða eitthvað síðast ég vissi, sko. En það er náttúrulega 1,5 ár síðan ég keppti í kappskák. Já. Þannig að maður vill komast í 2000 stigin, sko. Því ef maður er frekar... Þú veist, maður er búinn að stiga svo lengi, finnst mér, sko. Maður er ekkert búinn að vera... Gallinn bara við kappskákirnar er, sko... Ég er svo mikill all-in gæi, sko, eins og þú veist, Leifur. Maður taka bara eina svona random gaur, Þó að þetta sé mót sem ég er að taka þátt í sem er bara ein skák á viku eitthvað, þá er ég að hugsa um þessa skák alla helvítis viku. Er það? Já, ég er svo mikil, þú veist, ég er bara svona, ef ég ger eitthvað, þá ger ég það. Skilur, ég er bara svona, þannig að það er svona elska ég dildó, skilur. Þá er bara skák, þú veist, bara það hefur ekki tíma til að undirbúða neitt og bara, þú veist, elska dildó, sko. Teflir á móti gæði sem þú ert ekki að mæta venjulega. Og þarna mikill aðdáandi. Mér finnst þetta að maður er alltaf í sömu deild, það maður er alltaf að lenda í sömu gæðinu. Já, reyndar þegar þú segir það, já. Nei, ups, já. Ég var að grilla með samstarfsfélaginu áðan, Gunnari Helga. Já. Og hann sagði... Á lambakótulutur ekki? Jú, mikið rétt. Hann sagði að þú værir einhver mest, sko, intense starfsmæður, ákafasti starfsmæður sem hann hefði bara séð. Sem bara tekur 300 posta á dag, stendur ekki upp. Já. Alveg all in, sko. Ég hef ekki alveg séð það í náminu en ég trúi honum alveg, sko. En þú hefur náttúrulega alltaf verið í fullu starfi með þig. Það er að koma með sneið þarna meðan þetta rosa með það. Já, það er alltaf 1+1 mínus, sko. Já, nei, jú, þú veist, eftir þessu bara eins og okkur hérna til þess að dagskir, þú veist, ég bara, mér langar að gera allt vel, sko. Já, já. Á meðan að námið er bara, ég gerir bara það sem ég kemst upp með. Já, já. Og það, ég er... Gera það sem þú þarft.
Ég er ennþá góður í leið með það, þannig að það er þarna Klárt mál. og gaurinn við hliðina á mér hjálpa mér heldur betur með það. Já, Gummi, þú hefur verið okkur innan handar. Í verkfræðinni? Já. Eða stundu bara. Andri Freyr skilaði góður í kveðju til Gumma Lí. Já, það má alveg, við verðum að gefa Gumma smá lof fyrir það, hérna, við hefum verið að ströggla í áfengum. Já, þá hefur, það er one phone call away, sko. Búin að sitja tíma eftir tíma og hlusta á kennarinn og horfa á glærur og liggi fyrir þessu. Svo ringjum við í Gumma og... 5 mínútur, Já. þetta er svona. Það er rétt lítið við þetta sem, já, þetta er svona. Þetta er ekki flókið, sko. Ok. Þetta er náttúrulega auðveldara þegar maður er búinn að, þú veist, náttúrulega verið í sömu málum áður, sko. Já. Skilurðu. Þannig að þarna var alveg, já, maður bara reyfir stundum upp og, en já, bara minnsta málstráka, Já. það sem er. Já, takk Já, fyrir. já, ég ætla að segja, við skulum ekki þakka nú, það er einu hann eftir. One to go. En, Gummi, ef við tökum smá skákdæmi. Nú veit ég hvernig það var hjá þér, en hugsaðirðu einhvern tímann, þú veist, hvenær varst þú að píka? Ég man eftir móti, þú áttir einu sinni geggjað þarna skákþing Garðabæjar og svo áttir einu sinni geggjaðan, var þetta áskorendaflokkur eða skákþing Reykjavíkur? Þetta var skákþing Reykjavíkur 100 stig eða eftir eitthvað. skákþing Garðabæjar. Þetta var 2 móti röð, sko. Þetta var þegar ég var, hvað, í 10. bekk. Já, hugsaðirðu einhvern tímann þarna á þessu tímamóti, nú er ég bara að spyrja, þetta er eitthvað svona ég actually myndi alveg vilja að vinna við, eða eitthvað þannig? Nei, ég fór aldrei þangað, sko. Ég hugsaði svona meira svona, þú veist, bara eitthvað, já, ok, þú veist, núna er þetta að koma, skilur. Þú veist, það er alltaf eitthvað svona break, en síðan, þú veist, ég veit ekki, stutt eftir byrjaði eitthvað í menntaskóla og, þú veist, þetta er náttúrulega bara bullandi vinna, sko. Já. Og maður þarf náttúrulega bara, eins og hvað annað, maður þarf að vera, þarna, góður í ykkur, eða verður maður bara, Put in the work. já, bara leggja ekki mikla vinnu í þetta, skilur, þarna, sem ég fór aldrei, þú veist, all in í, sem ég er að pakka mér, sko. En þarna, og þarna, en nei, ég hef aldrei hugsað það, sko, ég hef alltaf hugsað bara að mér finnst þetta gaman og þarna, ég var bara til í, þú veist, það var svona miklu seinna sem ég fattaði bara, ég var til í að vera bara svona frekar góður í þessu, skilur, Já. sem maður er kannski, þú veist, miðað við bara eitthvað meðalmann, þá er maður kannski alveg frekar góður í skák, Já. en miðað við skákmann er maður ekkert eitthvað sérstakur, sko. Nei. Þannig að þarna, mér finnst bara fínt að hafa, sko, því mér var skeggja, skilur, þegar við vorum í grunnskóla var þetta bara fyndnasta sem var, sko, þú veist, að gera grín á, skilur, þetta ætti að vera skák, skilur. Mér fannst samt, Já. sko, að því sögðu, þá, ég veit ekki hvernig það var þér Leifur, en hjá mér var alltaf þannig að í Salaskóla var bara asnalt að vera ekki í skák. Ég bjó ekki við þann luxus að vera Íslandsmeistari og vera stolt skólan, sko. Nei. En að því sögðu þá, hérna, það var ekki, ég fann aldrei fyrir því að ég var eitthvað litið niður á að maður vera skák. Maður gerir Nei. grínaði sjálfur, sko. Já. En hérna, við allir fótboltastrákarnir fyrir æfingar, fórum alltaf, eða svona fótboltaæfingar, fórum alltaf á skákæfingar og undur bara vel við. Það var aldrei eitthvað, þetta er svona, ég fann aldrei fyrir því einhverju stríðni fyrir skákinni eða eitthvað svona, sko. Þessi gæri að röra mig, sko. En síðan ætla ég að segja, sko, þú veist, manni fannst þess að þetta væri bara eitthvað fáránlega, þú veist, þetta var Ég veit hvaða moment þú ert svona að finna bara svona, já. Já, og síðan bara, þú veist, allt í lagi með það og síðan fer maður í háskóla og þá sé maður bara gæja á lesstofunni að vera tefla, skilur. Já. 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 Og það var alveg geggjað, sko. Það er hvað gæja er þetta, skilur. Hann er að vela sig upp. Ég, sko. Þetta er bara drottningu hér, heitir bara geði þetta, sko. Það er einum að trikka hann. En já, og svo, veist, og þá er þetta orðið svona inn, skilur, að vera góður í skák, skilur, að þú veist, þú ert orðin í háskóla, að ert að mennta þig og vilt vera eitthvað svona gáfulegur og vilt meina skák Já. og eitthvað svona, sé eitthvað svona, eitthvað Thinking, fylgni á milli, já. sko, þannig að maður bara, já, ég var sáttur Heldur að að sjá sé það, fylgni á milli? Nei, alls ekki. Nei, ég er kannski lifandi sjónu þess. Nei, ég held að sé bara, þú veist, Það eru nokkri aðrir sem þetta líka í hug sem ég ætla ekki að nefna nafni en þarna... Nei, þetta er bara að vinna, skilur. En samt kannski svona að einhverju leyti. Ég held- Þú þarft að vera á einhverju svona... Já, ég held samt maður, þú veist, það eru bara margir sem þurfa þú veist, þetta er bara, maður er bara að læra þetta, skilur, maður þarf bara, þú veist, að eyða tíma í þetta og sumir eru bara fljótari að, þú veist, að ná starffræði en aðrir eða íslensku eða eitthvað, skilur, og það sama gildir með skák, skilur, og kannski eru þeir líka þeir sumir sem eru að standa sig vel í skóla eða eitthvað, sko, og
Já, ég held að sé engin fylgni á milli því að vera klár og verða góður í vera eitthvað geggjaður í skák sko. En þú veist, ég held að þessi stórmestrar eru allir frekar alveg skarpir sko. En ef ég gríp þennan bolta á loftið, þá sko, það sem svo skemmtilegt við skákina versus aðra náðagáður eins og að vera góður í íslensku eða stærðfræði, þá ertu bara eitthvað jaðarcase og það bara farið aðeins með drengunni og það tekur enginn sérstaklega eftir því. Nei. Í skákinni, ef þú ert með náðagáðu þar, þá getur þú verið 6 ára, bara allt í norðan sjúklega góður í skák, að þú ert með einhverja gáfu og verið að pakka saman reyndum mönnum og látið bara fullorðið fólk líta illa út í keppnisíþrótt. Það er fáránlegt. Já. Það er bara fáránlegt. Þetta er ekki þannig í neinu öðru sem er dettur í hug. Og svo erum við með annað, þú veist, ég held að ég get að tala illa um neitt, skilur, en þú veist, þú ert með gaur, bara svo Vigni Vatnar sem er bara 18 ára og eftir því sem ég best veit er hann ekki einu sinni í menntaskóla, skilur við, en hann er samt bara að pakka mönnum hægri vinstri, skilur við, bara sturlaður í skák, sko. Eins og þessi gæi hér, sko. Þetta sé ekki bara Vignir að tefla þetta. En að því sögðu náttúrulega, ef að Vigni vildi þá held ég að menntaskóla er mjög vel fyrir honum, sko. Já, algjörlega, en ég er að segja, þú veist, þetta er svona tengir við það sem að Gummi er að tala um að þetta er kannski bara sérhæfileiki, sko. Já, ég er algjörlega sammála því líka, ég held að þetta átti ekkert skipt í Ég nenni þessi ekki lengur, sko. Hvað kýrmistari var þetta? Ég er þetta bara, þetta er Mér langar að kíkjum á þetta en ég verði eiginlega geiminu postið. Shit maður, 14. stegar maður, sko. Það er kannski bara einhver ungara sem er á hraðri uppleið, sko. Hann var bara með accuracy held ég, sko. Eða, já, nei, ég held nú ekki, sko, það var eitthvað sem var að gera, sko. Hann var með 85,6 í langri skák. Það er eiginlega fáránlega gott, sko. Þarna, hvað er þetta? Já, ég get alltaf unnið, ég var að eitthvað hlustaður, sko. En allavega. Teiknaði fyrir mannskapinn? Hver leikurinn er? Já. Þetta er náttúrulega bara skák. Blönder. Já. Það mátti sjá hvað það góður í taktík og svo þannig að það er. Þetta er erfiðar en ég bjóst við að geta að svona tala og vera að tefla. Það er erfitt, sko. Þú veist, maður þarf, þetta er náttúrulega leikur sem maður þarf að hugsa og fókusa, skilur hana. Af því að sko, ég ætla ekki að fara í of djúpa pælingar en eins og bara það að maður geti talað án þess að hugsa. Já. Finnst maður ekki vera að hugsa þegar maður er að mynda setningar en þegar maður, sko, ég held að erfiðast að við að tefla og tala sé að meðtaka. Já, það er einmitt, sem einhver segir við þig og hugsa sér. Einmitt, sko, maður er að processa þetta og eitthvað svona. Það er ekkert mál að bladra, sko. Nei. Það sé frekar að hlusta og tefla, sko. Já, það er svo náttúrulega líka að maður bara að vita hvað maður er að gera í skák, sko. Já. Það háir mér mjög mikið, sko. Já, en svona er þetta bara. Maður er stundum að tefla mjög vel og stundum mjög illa. Já, dagsform er stórt fyrir skák, sko. Það er alveg hlutur, sko. Hvað ég gera núna? Exa þetta? Já, exa þetta bara. Takk bara aðra. Er enginn að challenge það? Það væri gaman að fá eitt challenge. Ekki Kvalberg. Já, Nóttó segir aftur hvenær mætir næst besti hrókurinn, Helgi Brynjas í settið. Það kemur að því, sko. Við ætlum líka að fá Bobban svona, sko. Já, akkurat. Já, bara fjölskyldan hans helst. Já, fá bara þátt. Já, bara. Já, bara. Stórfjölskylda. Bara bíða þannig að það kemur eitthvað. Já, tökum bara einu og það getur verið klár næst. Ég vil að keyra núna í spurningarna sem að Glíðarinn fekk. Já. Þær eru á gramminu okkar. Og þetta eru margar skemmtilega sem að áhorfendur og hlustendur koma með, sko. Látum okkur. Gummi er ekki búinn að sjá þessar spurningar. Þrír, tveir, það er bara klassik. Já. Það er leika, já. Aron Ingi, þinn maður. Sko, það stendur hérna, Ask Rayman. Já. Og Aron Ingi spyr, eitt orð, Gaten. Já, í hverju þá? Líklega öllu bara, lífinu bara. Bara Gaten. Takk fyrir Aron. Þá segir Hjalti Þór Ísleifsson. Hann er með nokkar. Er það ekki Gaten úr, hérna, frá Sviss? Hann er... Jú, hann er... Þú getur kannski útsýtt betur bakgrunnin hans. Hjalti Þór Ísleifsson er, hann er starffræðingur. Eða var að klára master í starffræði og við erum góði félagar. Herðu, já. Já, ok, þetta var máslipp hjá kallinum. En hann er á leiðinni í doktorsnámi í starffræði. Núna, en hann er fáralega... Ég er að fara með hann. Öflugur starffræðingur sem hann er okkar svona... Fremsti starffræðingur?
Nei, hann ekki alveg komin á það level af því hann alltaf bara að klára sitt nám og þú veist, það margir góðir upp. Hver svona þinn uppáhalds á Íslandi? Á Íslandi? Áttu upp á stærðfræðing? Nei, byrju, það kemur eftir. En á Íslandi svona... Á Íslandi? Svona þinn go-to stærðfræðingur. Er það Olivier? Nei, hann kendi mér nú bara eitthvað í menntaskóla sko. Nei, það er örugglega, þú veist, ég tala mikið við Hjalta og hefur talað við hann alveg starffræði eitthvað sko, þú veist, en minna kannski en ég vann mikið með hann Sigurði Jens sem er örugglega fáir vita hver en örugglega einhverjir sko, hann er þeir segja hann sé góður. Þetta er bara The real Rain Man. Já, þetta er the real Rain Man sko. Hann er ég ætla ekki að fara kannski of mikið Nei, hann er með social skills. Sorry Sigurði, ég sem þú veist ekki. Já, jú, hann það er alveg fínt að vera með honum sko. En það sem hjálpa þér, Gummi, og ég nefndi þetta eins og vorum að drekka saman í gær að það er, let's face it, að það er í menntunum sem þú ert með að þú ert með rosalegt forskot að þú ert líka með social skills. Það eru nú ekki eitthvað allt og margir sem kannski er það ítundur ykkur stereotypur sko, en þú veist... Já, þetta eru svona smá stereotypur sko, en þú veist, jú, ég held að sé líka alveg svona, þú veist, fullt af fólki sem alveg kannski svona pínu svona sérvitringar og eru bara tilbúnir að vera í starffræði og vilja bara tala um starffræði, en þeir eru alveg nokkru sem eru alveg líka bara, þú veist, nokkru, en bara flestir eru nú bara frekar venjulegt fólk sko, þannig að það er ekkert eitthvað, þeir eru ekkert í ykkur... Nei. Þetta er ekki Dustin Hoffman í The Rain Man skilur. Þetta er miklu meira það sko, en þótt að... Það er að vera að koma ný mynd þessi Gummi er að fara að leika. Já, einmitt. En já, ok, ég skil hvað þetta. Þannig að þú veist, þetta er svona, ég held að það eru fullt og bara, þú veist, vinir mínum þannig séð sem eru, þú veist, ég er ekki að segja ég sem einhver social skills eitthvað bestur í því skilur. Nei, ég er ekki kannski góður að spotta námskills, en ég er góður að spotta social skills sko. Þú ert með social skills, annars væri ég ekki að hanga með það. Já, ok, takk fyrir það. En þú veist, nei, ég held að sé, þetta eru stereotypur sko. Þú veist, ég held að þetta sé svona bara í öllum. Já, vel gert. Back to back eða ekki, núna? Nei, ég tapaði á hann sko. Fuck! Já, ég er ekki múin að taka 2 í röð sko. Ég náttúrulega er ekki... Nei. En áður ekki á spurninguna sjálfta, það langar mig að spyrja, þegar þú talar að ræða starffræði við einhvern. Já. Í fyrsta lagi kannski, þú veist, hvað talið þú gæti lýst í og hins vegar, þetta er tvíþætt spurning, hvað gerir góðan starffræðing? Byrjum bara fyrir þarna, þegar þið tala við einhvern eins og Hjaltar skilur þá þarna, þú veist, oft er þetta bara eitthvað, þú veist, mikið náttúrulega er þetta bara það samnemendur skilur, þannig þau eru kannski að leysa sömu dæmi eða svipuð dæmi eða þú veist, eitthvað stökk skilur, það er bara fínt að spjalla skilur, bara eins og með hvað sem skilur, bara hvað þú ert að leysa eitthvað vandamál og kasta boltum á milli skilur, eða þú ert í vinnu eða eitthvað skilur. En svona það eiginlega það, þú veist, sumir eru bara, já þú veist, og líka skilur, bara eru þá bara með kannski þekkja þetta betur og þú veist, það er bara fínt að tala um það við eitthvað skilur, bara eins og hvað sem þannig að, en síðan getur líka farið bara það sem þú ert skilur, kannski það með þess að sérvitringa að tala um eitthvað sem, þú veist, bara geðið specific og engin, þú veist, þeir hljóma bara eitthvað fáránlegt, bara eitthvað eins og bara allt annað tungumál skilur, þú veist, það er líka hægt sko, ég er ekki mikið að gera það. Þetta er meira skilur ef ég er eitthvað að pæla í einhverju sem svona actual day to day vandamál frekar en eitthvað svona get theoretical dót sko, skilur. Og þarna góður starffræðingur, það er bara gaur sem hann bara, þú veist, er tilbúinn að leggja vinnuna og þarna er bara tilbúinn að eyða tíma í að skilja og reyna að átta sig á. En er það ekki líka, ekki verið ég frá rífast í þig hvað er góð starffræðingur, en er það ekki samt líka einhver gaur sem kemur með eitthvað nýtt á borðinu eða? Jú, en í dag er það samt svona pínu... Erfitt eða? Það er pínu erfitt en þú veist, það er ekki... Maður er búinn að reyna að öskra þetta í HR eitthvað aðeins nýtt sko, en það er ekki verið tekið vel í það sko. Já, þú veist, allt þetta er sko... Já, ok. Já, Birgir, þú kemur með ýmsa nýjingar, sko. Olivier, ertu ekki að sjá þetta? Það er ekkert svona flókið. Já, þú veist, ég held alltaf þetta nýjast, þú veist, þá ertu komin á það level, skilur, að það eru bara, þú veist, 5 manns í heiminu sem eru kannski á sama stað og þú, skilur, þú veist. Ok, ef þú myndir bara núna að fara full on í að reyna að vera með einhverja nýja kenningu, eða leysa einhverja jöfn, eða, eitthvað, hættirðu gænt það? Ég held ég gæti það ekki. Nei. Veist, það er örugglega engum að reyna það er ekki nóg að vera bara eitthvað svona geðveikt, þú veist, maður getur verið geðklár og eitthvað svona, skilur, en ef þú ert bara geðklár í að skilja það sem er að gerast núna,
ég held að maður þarf að vera svolítið svona frumlegur til að koma með eitthvað actual nýtt og vera með eitthvað svona eitthvað sem, þú veist, þú getur verið fárlega greindur en ekkert endilega með eitthvað nýjustu hugmyndunar, þú getur leyst vandamálin sem ég veit ekki, ég get ekki sett mér í þessi spor, skilur, ég er ekki komin alltaf, ég er alltaf til að En hvað sérðu þér, sko, ok, þú varst að klára masterinn í tölfræði, búið með starffræðina þú fengir að teikna þetta upp, hvað verður eftir 10 ár? 10 ár Skemmtilegt Já, jú, maður, þú veist Dream scenario? Það er erfitt að spá eitthvað svona langt inn í framtíðina, sko Já, en ég er bara svona Það er svona hvar ég myndi vilja vera Já, ég er að tala það, sko Þú veist, ég var náttúrulega núna, ég ætlaði bara að reyna að ég er alltaf með hvítt maður ég ætlaði að stilla það eitthvað Ég væri Vil bara að sé hjálpa þér Ég væri til í að þú veist, núna ætla ég bara svona aðeins að byggja byggja upp svona smá karriér, bara eitthvað fá reynslu, skilurðu, og þú veist, bara svona Ætlar í doktorsnám? Nei, ég gera það ekki Nei. Ég held að það sé svona að þú þarft að hafa brennandi áhuga á því sem þú ert að gera, sko, sem er bara, ég styð það fullkomlega Eftir þá ekki bara fara að vera ok, reynda, þú veist, Kári Stef er ekki kennari en þú veist, ég hef oft heyrt bara, ef þú þeir í doktorsnám þá ertu bara að fara enda sem kennari Nei, ég held að það sé nú svona líka eitthvað stereotypar, sko, þú veist, það eru margir náttúrulega sem eru, þú veist, ef það ætlar að verða að vinna í rannsóknum, þá verður að vera með doktorspróf, skilurðu, eða svona, það er betra og þannig hvað er ég að tefla bara eins og okkur nýbyrjandi Það er sko. Já, ég veit það, en Já Er þetta píramídin sem Bjössi var að tala um það? Nei, það er annað Ég varst að grínast Það er náttúrulega fullt Já, bara ég hafði áhyggjur af þessu bestinu, sko Nei, þetta er nú allt í lagi, sko Það er náttúrulega fullt af störfum í dag sem, þú veist, bara eitthvað svona margir krefjast þess að sért búa með doktorskráðu en, þú veist, ekkert endur að nauðsyn Nei Það er svona bara svona preferable, skilurðu En já, ok, þið langar að byggja karriér Já, er það svona sérstakt fíld sem þú myndi vilja vinna við? Nei, ég held að gögn séu alltaf allstaðar eins svona að mestu leyti, sko Ég held að búin að vera aðeins í fjármálageranum svona Geturðu verið þar áfram? Já, af hverju ekki, sko En ég er mjög spenntur fyrir, sko svona bæjódóti, sko svona líftækni og Já svona þess að gera í díkóta því, sko ég vildi prófa það, þannig að það var gaman að prófa það, sko Er ég að skúpa þig, má ég segja þetta sem þú sagði mér í gær verkefni þannig Hvað var það? Þannig nýja verkefni sem þú ert að fara að gera? Já, það verður bara eitthvað hjá ég er bara aðeins að halda áfram með mastersverkefni mitt og þannig fyrir World Health Organization þeir eru með eitthvað gögn sem Þeir eru ekki með neyri mér, sko Nei, en Vissilega slögt á símanum Þetta er frekar tengt því sem ég var að gera í mastersverkefninu mínu, sko og þetta er bara svona formát af því en þetta er bara svona var að skrifa grein og eitthvað Og hvaða gögn er þetta sem þú ert að vinna með þar? Þeir hafa eitthvað miklar áhyggjur að fólk sé að verða ónæmt fyrir hvað heitir þetta? Antibiotics ég veit ekki hvað það er íslensku Já, ónæmt, þá meina ég bara að þau virkar ekki og þeir eru með eitthvað gögn sem þeir vilja skoða og ég veit ekki alveg Er það að vera forrita? Er það þá, sko antibiotics, sýklalyf, erum við ekki að tala um bara eins og penicillin? Jú. Og erum við þá ekki líka að tala um að því að erum við þá að tala um að verði arfgengt eða? Veistu hvernig það er? Nei, ég veit eiginlega ekki, ég þarf að tala við það ég mun hitta það ekkert í september og ætlum að þess að fara Hvað til þeirra er það að vinna þetta heima? Ég er að vinna þetta út í Danmörku Geggjað Þannig að Ég veit ekki hvort þú sögum það nógu hátt Þetta er samstarfsverkefni með WHO World Health Organization Þetta verður ekkert mikið stærra, sko Já, þú veist, þetta er í samstarfi við skólan minn og þú veist, en læknar sem koma að þessu, þetta er ekki bara ég og hú Nei, við getum alveg orðað þannig að við leyfirum ekki blaðarni eða hús Ekki enn Ekki enn Aldrei að vita hvernig þessi önn fer Nei Ég er líklegur Já, ég held ég kemist að blaða hjá World Health Organization á einhverjum aftur forsendum en Já, væri þá líklega bara, sem eitthvað svona fórnarlamb bara Já, bara eitthvað sem við erum að skoða betur, sko Já, við ætlum að passa að fólk verði ekki svo leifur Já En þú lærið þér út í Danmörku Já, einmitt Sérðu Starfræði fyrst í HÍ, bara svo ég gerir í Já,
Sérðu þið fyrir þér eftir 10 ár úti eða heima? Ég held að það sé erfitt að segja sko, en ég stefnir alltaf að koma heim sko. Ok. Þannig að mér finnst líklegt að svara þið sé heima sko. Ég held að það er geggjað að vera á Íslandi sko. Þannig að já, ég held að ég verði komin heim, en maður veit aldrei. Það er bara, kemur í ljós. Hvernig er líf út í Danmörku? Það er mjög fínt sko. Hvernig er að búa í Danmörku? Það er alveg þú veist ekkert frá, þannig sé mikið öðru sem hérna með betra veður. Hvað kostar bjórinn það? Það er svona Í fyrsta búð. spurning alltaf. Nei, ekki í búð. Í búð að bar er það bara frekar svipað sko. Bara þúsari eða? Já, borgar kannski mikið meira en þúsara skilur. Þú ert aldrei að borga 1400 kall fyrir bjór sko, en þú getur alveg farið upp í 1200 kall. Já, ok. Já, það er svo. Það finnst það fáránlegt. Það er frekar hátt sko. Berlín var svipað sko. Það var bara 1200 kall sko. Já. Nei. Jú, ég sver. Sko, og ég segir eitt. Þú kaupir hveitibjór, Weissbier, Erdinger, Pálaner nefndi það bara í ríkinu. Þetta er ekki alveg 0,5 eitthvað. Ég er að tala um að bar. Ég veit það, býtu, en hann kostar evru í Þýskalandi. Hann kostar 570 kall í ríkinu, svona bjór. Og svo ætlar að segja mér að bjór á bar í Þýskalandi kosti jafn mikið á Íslandi og þarna. Ok, hann var að kosta 7 eurur. Þetta er, vá, ég er eiginlega bara reyður þetta. Já, ekki ráðast á mig, ég er bara að segja hvað hann kostaði hann að barna. Ég misti mig aðeins. Vissi ekki að Erdinga var nýju styrtræðalega kallmaður. Nei, hvar vorum við? Já, við vorum að tala um verðið. Já, en út í búð kostar þetta náttúrulega bara 40 kall eða eitthvað skilur. Já, það er engin áfengisskattur þarna, eða hvað? Ég bara, það kemur óvart. Ekkert sem telur. Ekkert sem maður finnur fyrir sko. Nei. Ekki þarf að borga, já. Þannig ég fíla það sko, en þannig séu svona, veistu náttúrulega hái skattar og eins og alls þar á Norðurlöndunum. Þannig að það er svona, þú færð, þú veist, já, maður finnur alveg, það er svona mjög svipað og Ísland svona, en það eru við að byggja mjög mikið á dönunum sko, það hefum gert í gegnum tíðina. Gummi, peak rating sem hann ætlar að ná í skák? Ég held að svona 2 væri mjög gaman, en maður þarf náttúrulega bara að leggja vinnu. Ég ætla svona að stefna 2 og 2 og allt annað er bara bónus. Já. En maður þarf náttúrulega bara... Það væri svo gaman að ég og þú og Leifur, þú ert velkomin með líka. Já. Þarna að fara bara eitthvað tímann, bara eitthvað sumarið, bara taka einhver 4 og 5 kapskámót, vera að hella í okkur að tefla. Það væri ekkert eðlilega gaman. Er ekki sammála mér það? Akkur getur ekki prímum þetta? Ég var leikur hér. Já. Það væri reynda big brain move sko. Vá, hvað það væri stór heili maður. Það væri svo hart að það bara gefið harður að prímu lendi í því maður. Já, það eru engin fleiri challenge sko, þetta er ekki alveg gott sko. Nei, við getum fengið strákan aftur í hókun, jú, það er bara gaman. Ég tefli meira við Helga næstu helgi sko. En talað strákan í hókunum, Nopto spyr hérna, hvor myndi vinna í chessboxing? Birkir Karl vs. Glee, spurningaverð. Já, ég held ég myndi vinna. Glee myndi ekki sem ná að tefla, hann var búinn að rota mig þannig að áður en við fengjum að tefla. Fyrir ekki, þetta var reyndar áhuga maður sem spyr sko, en Nopto svara Glee by KO. Já, þetta er, ég er ekkert... Með fullri virðingu eða hvað? Já, bara þú veist, Birkir í boxinu. Já, ég væri líklega ekki sérstaklega það sko. Ég veit ekki hvort, ég sé hann ekki hann fyrir mér sko. Birkir er góður í fótbolta og markinu skilur. Já. En í hringnum? Hann er ekki bardagamaður. Ég er ekki að segja ég sé það eitthvað sko, en það er svona... Þú ert meiri ástu með stríði, Birkir. Gummi miklu hraðar, skilur, ég ætti ekki breyki Þannig að það mun aldrei gerast. Fórum við ekki að horfa á þetta? Við fórum að horfa á CCP þannig að Björn það var rosa. Var það gaman eða? Það var alveg gaman, þú veist, það var alveg svona upplifun skilur. Þetta var grillað skilur. Það byrja fyrir þá sem er að hlusta, það var haldin viðburður einhvern tímann á Íslandi fyrir hvað 10-12 árum. Íslandsmóti í chessboxing. Íslandsmóti í boxskák. Og það var fengið Björn Jónsson sem var þáverandi formaður TR sem var líka bara í top physical shape og var skákari og svo var fengið bardagagæði. Það var eitthvað gæði sem var búinn að vera eitthvað Íslandsmeistari í boxi og eitthvað sko, sem vann í CCP líka, hann var eitthvað alvöru boxari sko. Þetta var alveg. Það var sko auglýsingaskilti út út og hvað voru leikreglunar? Hvernig virkar chessboxing, vitið það? Það er ég held sem mínúta eða 2 sem fara eða 3 ég man ekki allavega eitthvað, sem byrja í skák
Leifur, ég og þú þurfum að taka. Já, ég klár. Þetta hugmynd sko. Shit. Og svo, þú veist, þegar það búið þá bara eitthvað, kemur einhver tekur borðið út af, bara hanskar á og bara eitthvað sami tími nema þá þeir eru að boxa, skilur. Og ég sé fárlega erfitt að fara úr því að vera bara eitthvað að hugsa ekki mikið og gæra kíla í andliti, skilur. Svo ertu bara eitthvað. Og svo ertu að setja Alveg hljóð. Já, setjum og hugsa maður. Hei! Bara suði í hausnum bara, eitthvað berið í hausnum. Með gómina það, já. En svona í framhaldi þessari spurningu væri svolítið gaman sko hver væri besti íslenski chessboxarinn á landi? Það væri Palli Andra. Já, þegar ég er svona með nokkru í huga sko. Þú veist, það Palli náttúrulega og svo náttúrulega Örn Leó sko. Já, hvernig er þú veist, þetta er alveg svona, ég held að Palli Andra, Örn Leó, chessboxing, make it happen. Wow, make it happen. Það væri svakarætt sko. Einhver annar sem fær sjá Steppi Bergs? Já, ég myndi frekast að peningin á Palla Bjössi Þorfinns? Nei, ok, samt í alveg verið Steppi Bergs. Já, sko, Steppi Bergs er hann svo þægilegum maður. Hann er ekki í þessu lengur. Nei, ok. Já, þú veist. Steppi fyrir 5 ára síðan. Já, Steppi fyrir 5 ára síðan. Það var hann ungur og graður, sko. Já, hann er ennþá graður en Já, Það er bara Lítið breyst. spurning með bara eitthvað svona, hvað með þessi svo loftur, skilur, þú veist, hann er í Já. svakalega formið það ekki. Jú. Og þú veist, það er alveg einhverjir sem er í svona góðu formi, sko. Og en svo er það ekki bara nóg, maður þannig líka að vera góð í skák. Hann er alltaf keppt í golfskák. Já. Helgi Ólafs vinnur það bara 30. Hann er kóngur þar. Hvað er Helgi Ólafs með fórkjöf? Ég held sem er bara eitthvað ángríns, bara eitthvað pingulítið. Ég held að sé nú bara með, maður bara, hann er með, ég held ég 12 eða 10 eða Já, það, ok, ég held það sem er satt fárlega gott sko, ég man það ekki alveg sko, en svo er hann alltaf stórmestari sko. Hver er besti gestur sem við hefum ekki í gólfi, Leifur? Var það Arnar Gunnlaugs? Nei, við fengið Arnar Gunnlaugs, Kristján Óla og Kári Mikael Árna. Nikulásson, Kári Árna, þeir eru allir svipaðir. Mike kann ekki til gólfa? Jú, Er það? já. Kári Árna er mögulega bestur, en þeir eru allir í kringum 10. Já. Kristján Óli er með lestu fórkjöna, hann er með 8 held ég. Já. Já, Richard er líka góður. Já, Ríkarur, já, þeir eru svipaðir. Já. Þeir eru eiginlega bestir. Herru, farin að spurningu, Leifur. Já, herri, já, ég meira þess að fekk ekki einu svona spyrja spurningar. Ég var bara að byrja að lesa upp nafnið og spurningin kom aldrei, ég glemdi henni. Hver er uppáhalds starffræðingurinn? Spyr Hjalti. Já. Það var bara snögt kannski, við erum búin að taka henni til góðs. Já, við erum að tala aðeins mikið starfræði. Og það eru fleiri á leiðinni, jafnvel. Já, ok, sko, já, snögt segirðu. Hjalti vill líka vita hvað okkur finnst, Leifur, bæði Já, vel. Ég ætla að koma með eitt sjátt sjátt sko. Ég held að Jósef Fúrier, hann er alveg frekar, Fúrier Fúrier er Nei, skemmtilega sko. sko, þú veist, en það er, þú veist, ég er ekki að segja þessi besti, Nei. hann er flottur sko. Hann er áhugaður. Já, það er, Það er þarna bara geta alveg legið yfir honum, sko. En aftur Ég kíkti hennum frá að senast í gærkvöldi. Fúrier að þér. Fúrier að hennar sko, hann er þarna. Nú er ég satt ekki að greinast, ég man bara til nafninu, hvað ég anskotar með það. Það var gaman að læra Fúrier þetta. Ég hugsa... Er þetta þarna eitthvað... Ég held ekki, ég get ekki Nei, frá ok. Nei. Við förum yfir þetta þátt kannski bara... Já, ég skal fara það að Það verður þarna Cat Extra Special Edition, Fúrier að þér. En Leifur, ég ætla að segja... Já, þið þurfa að koma ykkur. Já, ég ætla að segja... Ég verð að segja Laplace. Laplace. Já, eða nummer 2 var Bernoulli hjá mér. Ég get ekki lista á þetta, sko. En Laplace, þannig að þau voru alltaf margvaldað um þessu elli þarna. Já, þið fannst það gaman. Já, veist líka bara, þú veist, maður hugsaði hvernig datt hún út í hug. Já, við erum að einingaverðinir og allt það, þetta var mjög skemmtilegt. Ég ætla ekki að svara þessari spurningu, ég ætla að því ég Segðu bara er bara Olivier. ekki með gott svar. Já, vá, það er þetta frábært svar. Olivier. Hann er líka Já, Tómas Rasmus. Tómas Rasmus. Já, ég ætla að segja það. Tómas Rasmus. Ég ætla að segja Olivier, hann var hrikalega skemmtilegur og Þetta er náttúrulega ekki lögvernd og starfseti, sko, þannig Það að getur kveðið Gummi mig. hefði mátt svara Ég Birkir, skal segja, já. skilur, bara. Það er svoleiðis. Já. Ok, Unnar Páll Baldurs spyr, ég hitti hann einmitt á Petersen í gær, hann var í Geggjöðingir. Já, Það er ekki hann er það. alltaf ekki. Já. Unnar Páll er kongur. Það er kóngurinn. Við erum alltaf í bolta á þriðjudögum, sko. Já. Svo kemur alltaf skýrsla á miðvikudögum í chattinu, það var búin að skýra alla einhver fárul, það er bara mjög gott, það er kannski ekki alveg góð saga, en hann er meistari, er það sem ég er að koma að Þetta skilja. er kongurinn, Já. það er bliki. Hann segir, engin spurning, bara tvöfaldur geitar emoji. Já. Það verðist vera svolítið ríkjandi þema í kvöld. Já, og ekki var ég að Já. byggja þessu komment, þetta er bara, þú er greinlega vel liðið, Gummi. Já, bara ég Já. þakka stuðningi. Þakka trösti. Já, mitt. Mm. En
Ok, já, er engin spurning Jú, þetta var semst næst í rauninni, sko. Já, nei, bara, við erum svöldislegir, sko. Menn eru að kalla það geitina hægri vinstri og þú spyr bara er ekki spurninga. Ég átti ekki á geitin í hverju, sko. Bara lífinu bara? Já, annars sem ég lókaði að spyrja þig, bara svona aðeins til að kynnast Gumma Lee, sko. Hvað finnst þið gaman að gera þegar þú ert ekki í vinnunni, þegar þú ert ekki að tefla? Og leysa starfið þetta mig. Golfari? Ég golfari, sko. Ok, hvað ertu með fólkið? Ég nefnilega ekki svo góður, sko. Ég er með 28 eða eitthvað. Já. Það er ekki alveg gott, sko. En ég held ég er bara ekki búinn að skrá nógu mikið, sko. Ég held ég gæti alveg lækka mig svona frekar hratt ef ég segi sjálfur frá. Ertu í einhverju kennslu eða? Nei, eins og ég segi, skilurðu, maður þarf bara, eins og skákinn, skilurðu, ef maður ætlar að vera góður í einhverju, þá verður maður bara að eyða geðmiklu tíma. Hvort heldur að þú eru meiri tíma í skákinn eða, þú veist, ef þú verður bara ekki svona góður í skák, ekki svona góður í golfi, hvort heldur að þú þurftir meiri tíma að vera góður í golfi eða skák? Það er góð spurning, sko. Já. Ég myndi alltaf segja Þetta er svolítið svona svipað, skilurðu. Ok, 10 tímar í, Miklu meiri tíma. 10 í, hvað segir þú? Ég ætla alltaf að segja að þú þurfir meiri tíma í skákina. Já, svona, Miklu meiri. þú veist, af því að, þú veist, bara með hverju höggi þá ertu að verða betri, skilurðu, þannig séð í golfinu, ég veit Það er samt líka hann með skákina, sko. Já, en þú veist, hvað ætlar að gera, skilurðu, ætlar að tefla, þú veist, að því eitt högg tekur 1 sekúndu, svona næstu því, skilurðu, ég veit ekki, ef þú tekur inn á fötu, það tekur, þú veist, 10 mínútur eða eitthvað, eða 20 mínútur eða eitthvað, en að meðan, þú veist, ætlar að stúdera eina skák, þá er það bara ein skák, Já. tekur sinn tíma líka, sko. Þannig þetta er svolítið svona, já, nei, heyrðu nú mig. Já, ég er alveg fínn í bullet, sko, en endilega henda mig bullet challenge. Herru, hendum við bullet eftir? Já. Og við tökum bullet challenge líka. Helgi, Óli, Balli, Bjarki er aldrei bullet endar. Hversu nett verður, Leifur, að sjá vög tefla á deildó í 4. deild með Bjössi Tróka. Hann hafði ykkur leddara eða eitthvað, ég sé þetta svo ekki fyrir mig, sko. Vá, hvað er líka Á gaman. meiri pening en allir að þið neyti Vá, hvað er samans. gaman fyrir aðilann sem að færa að tefla á mótunum. Já, Tefla á móti Viðar Kjartanssyni landslýsmann í skák. Hann gleymir því aldrei. já. Já, það verður geggjað. Og Sigurður Höskuldsson. Og Leifur Líka Þorsteins. risalveg, já, þetta er allt kannur, sko. Ertu að hendi back to back núna? Erum við eða að véla okkur núna í gangi, eða? Erum við byrjað að því? ekki? Back to back núna, eða ekki? Jó, hvað gerir þetta safe, eða? Þetta er eitthvað safe, ég veit ekki. Já, hendi í bullet, sko, ég var alveg til í að tefla hún bullet, sko, eins og ég segi, ég er ekki með að tefla mjög mikið, sko, en Bara 1-0 eða? þetta er alltaf í fingergómanu, sko. Já, láttum við ekki. Já, 1-0 er nú bara líka alltaf lagi, sko. Hvað er píkið þetta á chess.com? 2-3 eða eitthvað, ég manna það ekki. Já. Ég er nú ekki mikið fyrir þessi, Ég er náttúrulega, veist, auðvitað er það bara því að ég er hæstur á chess.com, sko, en mér finnst chess.com stíðin vera accurate, og það er bara því að ég er hár þar, sem segir það. fuck. Heyrðu, Nei, það er engar áhugur. ha, Hvað Hva? er það? Það er smá áhugur, já, ok. veistu kall? Það er mátt drepa þarna og skáka G3 með eitthvað, nei. Já, ég veit ekki. Já, plus 2 alltaf. Það er smá tíma. Já. Nei. Fuck. Ah! Já, svona er þetta. Já, áfram gakk. Já, frá gakk, svona er lífið. Ég Ég trúi sagði þessu þetta. ekki, sko. Já. Þetta var, ég prímófaði og þarna... Já, þetta er erfið heldur maður heldur, sko. Takk hérna hratt, eða? Ég til í það. Tökum smá síkó aðeins og svo... Mér langar að taka eina hraða, eina myndu og spyrja hann hvernig höfumarkgildi setningin er sönnuð á sama tíma. Það er þetta geggja koncept. Leifur, svo verður hann alltaf að taka hann, þú veist, það eru allir gestir fórhæðarspurningar frá þér, er það ekki? Jú, það fá allir, ég er ekki bara, þannig ég verð bara... Þú ert með þetta top of mind, Já, maður. ok. En Glí, Já. þú ert að fara að svara, við erum með 2-1-40 í blitz. Já, Bullet, haggst það. okkur er svona mikið þar. Já, Bjössi var að tefla Það er fínt, það tefla bara Já, venjulega, ok. já það er flott, þá bara getur þú telt þarna og þetta er á háu leveli, það er líka gaman. Ég er ekki með að standa mig vel á borðinu, sko. Byrju, Þetta er alltaf lagi, ég er endur að pæla hvað þegar hann fyrir 1-1. 1-1. Nei, ég vil geta flaggað á.
Ok. Þú veist, þá flaggaði bara mér alveg 1, saman, sko. 2 og... Ok, tæknistjóri segir golf er erfiðara. Ok. Alex Cambrai í chessboxing takk, segir Noptos. Já. Hérna, já, ég ætla að fara að vinna þessi í hraðspurningunum, Birkir. Já. Þannig að þú... Ok, Glíð, þú greinilega telt bullet á þér. Ég nefnilega, mér finnst alveg gaman að spila bullet, sko. Finnst þið gaman að tefla, það er margir sem tefla bullet þegar maður fá sér í glas? Já, ég bara svo lélegur því búið með glasa, sko. Já, ég þetta góð. Ég ekki mikið í því, sko, já. Nei, maður á að... Þeir sem er fantasy, sko, að tala um að ekki vera að mixa saman fantasy og áfengi. Það er saman með bullet, sko, eða bara með skákina, sko. Þetta er mest að jafntöfli sem við Þið bara endið þetta bara í... Og þið ennþá... Já, þetta er mest að jafntöfli sem við Mistu þetta biskupar... Herri, ég er rétt leit undan og skákin er bara búin. Já. Nú er bara flaggið. Það er flaggið. Þetta er stein... Nei, betur, hvað? Nei, anskotin maður! Ó nei! Trúi þess ekki. Nú er tíma klukkun líka. Betur, hvað ætlar hann að gera? Herru, öll piðin er hvítur eitt. Vá. Öll piðin er hvítur eitt. Herru, En maður nú er að segja þú flaggar. Nei. Hann sleppur. Nei, hvernig? Jú, auðvitað kemst hann Já, einhvern veginn. kemst það endan. En, Já, takes time. hann þarf að vinna sinn fyrir þessu. Ha? Þú veit að vera að vinna Þetta þetta? er velfyndið, já, ekki með þessi. Nei, alltaf leið. Come on. Þetta er ekkert eðla gott! Og svo þarf hann að máta þig, sko. Það er hundar. Þetta er 2000 mann, það er eitthvað. Fuck. Já. Prímúi, sko. Já! Já! Gets in! Þessi var rosaleg. Líka þetta er gaur með 2.20, sko. Vel gert. Takk aðra það. Já, það að gera. Já, eru hraðaspurningar líka? Eða átti ég að sanna hvað höfumarkið í setninguna? Já, og með ára tafla. Já, ok. Ég gerir nú ráð fyrir svo sem spurði nú að þessari spurningu að hann viti svarið sjálfur, sko. Því að ég efast að margir áhörðandir viti jafnvel hvað þetta er, sko. Ok, útskýra það fyrst. Hvað er í andskotanum með þetta? Ég bara, sko... Ég veit hvað markgildi er, en... Já, þetta er samt eitthvað í líkindafræði, sko, sem segir eitthvað í... Það er Palli Andra. Já, ok. Já. Hann er þetta svakalegur í þessu, sko. Já, það er bullet. Já. Shit. Palli er sko að vinna eitthvað stórmestris. Já, hann er verið inn í Andrew Tang, sko. Já, það fór það. Palli Andra er fucking safe. Þetta er örugglega besti bulletgaurinn á Íslandi, sko, skilurðu. Þú veist, hann er bara það mikið öflugur í þessu, sko. Það er náttúrulega bara segustrákurinn, sko. Palli Andra er bara vél, en ok, þú veist, þetta er alltaf leið. Nú er náttúrulega engar áhyggjur, sko. Já, það er alltaf ekki að hugsa, skilurðu. Hann er ekki búinn að eyða 10 sekúndur. Nei, hann er frekar fljótur að þessu. Þetta er meiri villsan maður. Þetta er meiri villsan. Ha, já, ok. Þetta er náttúrulega léleg mús, skilurðu. Já. Það er alltaf músin að kenna, sko. Helvitis mús. Helvitis músin maður. Nei, ég er bara að falla, skilurðu, og hann er bara að falla búið með neitt, skilurðu. Hvað er hann með í rating? Hann er 2-3 og eitthvað. Hann er svo seigur. Ég gleymi aldrei, ég er búinn að segja þessu svona miljónsinnum, en þegar ég mætti upp í Rímaskóla, átti með pappa minn og í mömmu og trópi og samlokuð í bakpoka og ég sest bara niður í fyrstu umferð, mætti Palla Andra og þú veist, þetta er bara 5 mínútna skákir og hann eigir svona 15 sekundum á klukkunni og gjörsamlega niðurlægir mig, sko. Já. En ég fer að borða samlokunum minn út í hotni og fór líklega að gráta, en það er að segja. Já, það sem að, ef við ekki bara henda okkur í hraðspurningarnar. Já, komdu með að meira að tefla við ykkur. Er það? Nei, Jó, það er alltaf leið, það er svo gaman þegar þú ert alveg byrtur í, ok, ég kem það bara með þér. Já.
Uppáhaldsdrykkurinn? Vatn. Áfengidrykkurinn? Það örugglega Mai Tai kokteillinn. Það mjög góður drykkur, annars rauðvín líka frekar gott sko. Hvað í Mai Tai? Nú man ég ekki. Það hluta spurninginu. Ratt. Ég man það ekki, það eitthvað svona ferskjulíkjör held ég, eitthvað svona gott dót sko, en Eitthvað gott dót, já. Já, ok. Ég bara man ekki, ég get ekki svaraði. Uppáhaldsmaturinn? Lasagna, það geggja það. Ef ég myndi núna snúa upp á hendina þér og neyða þér til þess að taka eitt lag í karaokeinu, hvaða lag væri það? Það væri örugglega eina lagi sem ég tekið Country Roads. Já, Country Roads! Ég ekki að snúa upp á hendina. En ég með lagi sem ég vildi ég gæti tekið. Og það er ekki að snúa hendina mér sko. Það Without Me með Eminem sko. Það mjög erfitt lag að taka í Er það eitthvað brjálarapp? Já, eitthvað svona rap, Eminem rap shit skilurðu. Nei, anskotin, hvað örugglega þetta með? Ok, eitt staður til þess að fara í frí á? Bandaríkin. Ok, sem sagt, já, Bandaríkin hvar? Boston mjög skemmtilegur staður sko, en ég væri til að fara til, þú veist, bara eitthvað svona Hawaii eða eitthvað, en ég valdi að gera það. Hawaii var enda geggjuð. Já, þannig að, þú veist. Uppáhalds sjónvarpsþáttur eða mynd? Breaking Bad. Já, þeir eru góðir maður. Sko, ég á 3 eftir og ég ætla að hugsa vel. Ég bara verði að dreipa það, skilju. Herri. Það það, ég þrást þig eftir. Hver er uppáhalds? Nei! Alltaf? Hver er uppáhalds taflmaðurinn? Bæði skákmaður og skákmaður á borðinu. Já. Skákmaður örugglega riddari. Það mjög skemmtilegur. Eða taflkall. Riddari er biskup. Já, ég þar, hann sé nú aðeins betri sko. Biskupinn? Biskupinn örugglega aðeins betri, en ég bara eitthvað fíla eitthvað við, það ofta ykkur svona skemmtileg taktík með riddari sko. En skákmaður Fischer. Já, hann var frekar nettur sko. Þú veist líka, maður með nokkra skilur. Þetta ekki bara svona, það erfitt að velja bara eitt sko. Besti skákmaður allra tíma á Íslandi? Þetta hraðaspurningar. Jói Hjartar. Besti fótboltamaður allra tíma? Á Íslandi? Nei. Bara ever? Já, bæði Íslandi og ever. Messi og sem sagt Eður Guðjónsson. Ef það væri einn maður sem mætti setjast niður yfir bjór í heiminum á hvaða tíma þessum má vera fyrir 400 árum. Hver var það? Og myndir þú drekka hann undir borðið eða auðvitað? Shit maður. Góð spurning. Já, þetta er góð spurning. Þetta er hraðaspurning. Já, þetta er hraðaspurning. Það verður að vera dáinn eða? Nei. Nei, hver sem er, after prime bara fuck maður. Og hvaða tímabil sem er? Þú veist, það þyrfti bara að vera, skilurðu. Ég get ekki gert þetta í hraðaspurning. Ok, þá segjum spurningin og þetta er ekki hraðaspurning. Þetta er of góð spurning, sko. Já, ok, við skulum leiða að hugsa hana þess. Ég ætla að taka eina, mig klæjar ég að taka eina eitt. Já, ég er bara búinn að tefla þetta. Ég er líka að tefla maður. Já, ég breyja á mig, sko. Þetta er allt og hratt fyrir mig, sko. Herðu, já, þetta er Ég held að væri, jú, eða þú veist, þetta er, ég veit ekki, það væri áhugavert að tala við einhvern eins og bara Einstein eða eitthvað, skilur við. Það væri skemmtilegt, sko. Já, hann er frá Þýskalandi, þannig að hann myndi örugglega drekka myndi borðið, sko. Þannig að ég myndi örugglega ekki ná því, sko. Eða ok, ég veit ekki hvað það verið skemmtilegt, það var alltaf áhugavert. Nei, það var mjög áhugavert, sko, en þú veist, það er samt það, skilur við. Þetta er bara eitthvað að þinn frægur fyrir að vera vita eitthvað í eðlisfræði, skilur við. Farið yfir samsvensi. Hvað var það fyrst sem þú myndi spyrja? Sko, hann alltaf var skákmaður, sko. Eða það? Eða þú veist, hann var ekki beint skákmaður, skilur við, en það er einhver leikur á milli hans og eitthvað Lífur! Ég get ekki spila einamyndu, sko. Hann getur ekki heldur. Nei, þýrst ekki. En það var heldur einhver leikur á milli hans og, ég man ekki, Eisenhower eða eitthvað þannig, sko. Já. Þannig að það er alveg
Leifur alltaf háir sko. Já, Ég veit frekar háir eftir þetta. Allt og háir sko. Þannig að þú veist, maður myndi kannski bara taka hennar skák við hana eitthvað sko. Ég geri Já. Nei, ég veit ekki, þetta var nú ekkert eitthvað, þetta var ekkert eitthvað magnaðasta, það var ekkert magnaðasti maður til að taka bjór með sko. Veistu hvað ég myndi taka Leifur? Nei, hvernig myndir þú taka? Sirú. Myndir þú drekka undir borðið? Það er mín spurning. Það var ekki. Erum við að drekka bjór eða erum við að drekka rauðvín? Bjór. Já, ég tekur í bjórun. Rauðvín. Nei, Ekki Sirú break. pakka með þar sko. Þú sér það á Sirú eða maður sem er gott rauðvín sko. Já, það er maður sem að hérna. Gaman að segja fyrir því að Kára Átna, hver sem var erfiðst að gæði sem hann dekkaði? Nei, það var, Nei, hann sagði Sirú. það sér út. Hann sagði Lukaku var svona erfið líka sko. Já. Hann sagði Messi, Capusíko, Kane, Capusíko, Ronaldo erfiður. Já. Já. Ég er enn að hugsa þessar spurningur sko. Ok. En það er okkur eitthvað geggjað áhugaverður karakter, skilurðu, bara eitthvað svona. Ok, til að gera þetta aðeins auðveldara fyrir þig, máttu velja bara núna, bara 2021. Hver sem þú vilt. Já, hann er alltaf á lífi núna. Já. Sko, ég held að væri fucking fyndið að vera bara með bara hvernig er að tala við Donald Trump, skilur, bara one on one, skilur. Já, Hvernig er kann ég hann, vest eða eitthvað? Já, kann ég er á leið, þú veist, það hefur verið svona svarað mitt í gegnum tíðina, skilur. Já. En ég er svona líka, skilur, Það var alveg gaman að taka bjór með Donald Trump, sko. Já, ég er bara svona pæra, skilur, því hann er svo, þú veist, hann virðist vera eitthvað Já. svona. Ég peppa þetta hugafar miklu meira. Ef ég fengi one on one að taka bjór með einhverjum og jafnvel að drekka það undir borðið eða auðvitað, bara það sem verðum að mökka okkur, þá myndi ég aldrei taka einhvern bara Beyoncé eða einhvern bara... Nei, ég myndi bara taka einhvern sem væri til fyllir í. Ég myndi taka Villain, ég myndi taka Hitler eitthvað. Þú veist, hversu gaman væri að taka bara að komast inn í hausinn á svona gæja. Já. Bara hvað fór í gegnum hausinn á þessum Svo er þetta gæðar sem ég gleymi, þú veist, ég myndi vilja fá Bradley Cooper, Brad Pitt. Af hverju? Af hverju? Að þeir eru myndaðir, þú veist, þú vilt að... Þeir eru Þú leikarar. voru að hafa eitthvað til að horfa á þetta og drekka það bjór, sko. Já, Já, ég veit ekki hvort ég myndi velja það. En þetta er svona einhvers, maður ætti svona, ég held að þetta sé svona bara svona viku spurning, skilur við. Bara nú hittist ég eftir viku, Já, ræðum þetta. Bara hugsaðu máli, skilur við. En allavega, þetta var góða spurningar, sko. Þetta svöri voru kannski. frábær einni. Já. Nú ætlum við í heila hönd, þið tveir bræður. Ok. Veitu hvernig virkar það? Eða veist, ég veit hvað heilu hönd er, en ég skil ekki. Já, bara þú segir hérna Er ég á músinni? Kall og Gummi er á músinni. Þurfum við ekki þá að challenge eða? Jú, það væri... Er væri einhver- svona ok, bróðir sem er að challenge. Getur ykkur svona sem er aðeins kannski stigalæri en við? Hrókar og... Málið er sko, við vorum ekki búin að auðvitað þátt ómikið sko fyrir Nei, við erum eiginlega að stýra þessu frá Twitch. Já, ég skil Við það. viljum fá þetta helst á YouTube og Spotify sko. Já, það er staðan. Þannig að Nei, ok, við tökum það bara við eitthvað gaur sem er þá það er líka bara fínt sko, þá fáum við okkur sem við viljum. Viltu vera heilin? Já, ég skal heilu. Nei, veitu, ég skal vera höndin. Ok. Peð. Þetta er... Og það er peð. Bendit Brím vill challengea, hann er já, hraðir upp þess, sáu segur 100 stig á skotafrónum. Benedikt, huge shoutout. Já, bara frábært, flottur árangur. Það er riddari. Hilmi Freyr er líka með fallega orðið okkar garð hérna. Já. Hilmi Freyr, það er kóngurinn. Hilmir, drullar verið Breiðablik núna helst í gær, takk. Eða hróka. Peð. Já, hérna, sko, Arnar Ingi, vá! Arnar Ingi er að, hann er með orðið í eyra hérna. Hann segir, Peð. er það grínast? Reyna að fá Harald Franklín Magnús í þáttinn, atvinnumann í golfi, var vist undrabend skák, skýtur á 1950 stig. Ég var bara, þegar ég var í grilla á hann með Gunnari, ég var líka Það er með peð. litla bróður hans. Kjartani. Kjartan. Peð. Já, það er peð. Ég vissi ekki að Haraldur Franklín Íslandsmeistari í golfi væri svona góður í skák, það væri mjög gaman. Peð, segir þú. Það er alltaf gaman þegar menn kunna eitthvað í skák, sko. Já, það er svona, þeir eru svona það er alveg nokkri sem voru í skákinni sem voru yngri peð aftur og svo, þú veist, fara bara, þú veist, svo verður bara eitthvað annað fyrir valinu Biskup Gallið við að þú myndir fá hann, sko, er að þetta væri bara one man show, skilur ég náttúrulega, ég Þú veit, ert ekki mikill golfari. ég þekki náttúrulega Vútsara, en minn maður. Það er hægt að taka þátt hann, sko. Riddari
Hann er svo maður mínu skapi. Riddari. Það er nefnilega frekar erfitt að tefla svona tveir sko. Maður er alltaf með mismunandi, menn eru með mismunandi stíl. Já, þú ert líka sko, en sko, þeir eru báðið með frekar afgerandi stíl myndi ég segja. Gummi er náttúrulega, ég og Gummi erum bara svart og hvítt. Já, sko, eins og ég myndi lýsa ykkur, þá er hérna, Birkir, þú treystir mikið á byrjunnaðina, þína teóriu, og Gummi, þú treystir eiginlega bara alfarið á taktíkina. Taktíkina og bara fá kannski bara vennilega stuð, eða þú veist. Já, bara fá bara vennilega / leiðilega stuð myndi einhverju segja. Já, það er erfið, já, ég veit ekki alveg hvernig Það er álitamál. Já. Nei, ég veit alveg hvað það er að meina. En þú elskar bara 4 utantar, þá ert þú bara í skýr. Ég held nefnilega ef ég var ekki með byrjanir góðar sem ég er með, ég get unnið hvern sem er í byrjunum sko, en fyrir utan byrjanir þá væri ég bara með eins og Biggie Crisp eitthvað. Það er peð. Það er peð. Já. Gengur þetta bara fínt? Jú, þetta er nú allt, mér líst vel á stöðun allavega. Mér finnst hún alltaf að það er peð. Það er einhver önnur spurning að vera leifur að. Það var nei, var búin að. Ertu á Instagram sko? Biskup. Veist, Andri Freyr skilaði góður kveði. Hver er þetta? Og ég kannast við hana. Andri Freyr? Já. Þetta er bara kóngurinn. Þú er búin að hjálpa honum óbeint í líkindafræðinni til dæmis. Já, ég man ekki eftir því. Nei, veist, í gegnum mig sko. Já, ég skil þig. Hjálpaði mér, hjálpaði honum. Langaðir að vera kennari? Nei, mér finnst það gaman að kenna. Ég væri til í að skilja Drottning já. Þarna, ég væri til í að, þú veist, gera hrókur. Ég var til í að, þú veist, að vinna við eitthvað. En vera síðan kannski að kenna kannski einn afbókaða líka, sko. Mér finnst það alveg gaman, sko. Það er alveg frekar gaman að reyna að útskýra fyrir ykkur allavega eins og ég skilur en ég var ekki til í að vinna það full time. Nei. Biskup. Er launatækinn að spila þar inn í það? Af því fyrir mér er skemmtilega sem ég gera að kenna sko. Engin laun, nei, það er mjög lítið laun sko, sem kennari sko, held ég. Já, en þú veist, er það að spila í ákvörðunin að vilja ekki vera full-time kennari? Já, ertu að meina þannig, já, ég skilji. Nei, ég held að það væri líka bara gaman að vera eitthvað að krönsa gögn, tala við fólk, skilur, ekki bara að reyna að útskýra allan daginn, skilur. Nei, hann er líka að tala bara, þú veist, myndir ekki vilja vera þessi kennari af því að það er illa borgað, Nei, ég meina, skilur, þú veist, þá ert ekki að fá, þú veist, þá ert alltaf að kenna bara, skilur. Já. Þú veist, þú væri þá kannski einhver rannsóknarvinnu, Drottning. Mér fannst mjög skemmtilegt að tala sko að krönsa gögn og tala við fólki sem við Já. Það er ekki, kannski... Jú, það er alveg svona... Aldrei heyrti þetta sem sendingu. Þú veist, mann er kannski að skoða eitthvað, skilur, og svo fer maður að tala með biskup. Þarna, og þú veist, bara, maður er kannski að greina eitthvað og svo skrifa maður kannski einhverja skýrslu það eða gera eitthvað svona smá, þarna, og síðan bara, þú veist, peð. Þú veist, maður er alveg að spjalla við fólk, skilur, þú veist, þú ert aldrei að skoða, ef þú ert að vinna við þetta, þá ert ofta að skoða fyrir einhvern annan og þá er náttúrulega eftir að tala við hann þetta og hvað niðurstöðuna þýða, skilur. Já. Peð. Það er kannski umulega leikur, bara maður getur gert þetta, en þarna, peð, þarna, já, þannig að þú veist, maður er svona alveg að skoða eitthvað og þarna, töfum við peðinu, hrókur. Þetta var svona cool. Já. Þarna, já, þannig að þú veist, maður er alveg, þú veist, það er alveg eitthvað meira en bara eitthvað, þú veist, maður er í tölvunni en líka eitthvað business eða ég veit ekki hvað, maður er svona, maður tala við eitthvað, að því sem tölvfræðingur ert alltaf að skoða eitthvað sem þú ert aldrei sérfræðingur, þú ert aldrei, læknar eru sérfræðingar í einhverjum lungnasjúkdómi en þú ert kannski að skoða eitthvað gagn fyrir þá og þá talar við eitthvað lungnalækni og biskup og þið eru að tala niðurstöðuna, skilur, og þá er hann sérfræðingur í sjúkdómnum og þú ert bara hrókur og þú ert sérfræðingur í eða þú veist niðurstöðunum og þú veist og þá myndast ykkur umræða og riddari falla á tíma maður það er svona að fókusa. Já, ég ætla ekki að vera andrými. Já, bara. Sko. Drottning. K3 RP Kerp, er það, kannast þið við nafnið það? Ný. Segir geitin í flóknum stöðum.
Þú virðist vera geitin, Gummi. Við sýnist það. Allir sammála um það. Hver sagði þetta? K3RP, Kerp. Kerp? Já. Hver er það? Ekki hugmynd. Já, síðan segir hérna, hann segir líka bara Kings, áhugamaður segir, ég get svarað sem fyrir ykkur, Gummi er bestur í flóknum stöðum. Það er væntanlega að vera að vísa í skákstílinn. Peð. Og... Prímo Riddara. Prímo Riddari? Já. Getur hann... Nei, þetta er bara Jón. Þetta er bara... Eða, hann líklega horfa samt. Þarna, já, bara Riddari. Já. Þetta er náttúrulega skítvægt á tíma. Það er samt +2, sko. Já, en við erum samt með 9 sekundur. Takk. Hann er líka fallega núna. Þetta er komið. Þetta er easy. Gummi, hvað heldur það? Biskup. Biskup. Riddari. Hvað segir þú? Sko, Bensoman segir nenni að taka einn roulette on air. Drottning. Og ég var aðeins að Prímo hugsa Drottning. þetta. Jésús maður, þetta er fucking erfitt maður. Áhugamaður spyr, hver er mest underrated skákmaður Íslands í dag? Hörður Aron Hauksson. Það? Nei. Er Jú, jú, þetta eitthvað bara- grín? Er þetta höndið eða? Segir hann það? Ég veit það ekki, nei, bara Hjörvar að segja það. Rókur. Nei! Nei, fuck. Jú, þetta er alltaf lagi. Kongur. Fuck. Drottning, já. Drottning aftur. Af hverju? Riddari, já. Drottning Prímov. Drottning. Já. Fuck! Það er erfitt. Já, þetta er alveg En? erfitt, sko. Drottning. Já, bara drottning. Æ, ok, haldið áfram að tala. Þetta er búið. Já, þetta er búið. Já, hann fellur á tíma. Drottning. Það er sér viðbútt tíma maður. Það er stígilegur. Jésús. Já. Já, þetta er svona þetta. Svona þetta. Nei, Heyrðu. taka aðra. Nei. Er þetta eitthvað félag okkar? Nei. þetta er bara Við erum til brín. Þetta á móti, sko. 3 og 2. Hvað ég gera það? Já, hvað svo ertum Ég við? ætla ekki að gera heilu höndin á mótunum það. Nei, ekki myndi Benso. Já, Þessi er bara eitt besta gæði í Ísland, sko. já. Einmitt. Ég, Mér langar þessa skák. þeir eru að röra með þetta strákanir, sko. Já, þessa skák. Það væri gaman, þetta er náttúrulega frekar hröð skák. Mér langar að taka eftir þessa skák, eina skák, þar sem að það er svo langt sem við vorum með alvöru skákþátt. Já. Bara útskýra prósessið, hvað voru þetta að hugsa á Ok. meðan tafla. Má ég ekki gera þessari skáka? Jú, þú mátt það, draga smá örvar og bara hver er pælingin. Ég náttúrulega veit eiginlega ekki neitt hvað ég er að gera, sko. Og hann er að hlusta, en það er alltaf leið. Þú veist, þetta er náttúrulega bara... Nei, ég er ekki að gera það. Já, núna er ég bara eitthvað svona að reyna að fá ekki verra, sko. Ég er bara eitthvað... Já. Það er stakk jafnandi vel. Já, við tökum, Já. mér langar að taka eina á móti 1500 stiga manni, þar sem þú bara gengur í gegnum ferli að véla 1500 stiga manni niður. Já. Já, það er alveg valið, Tökum þetta til þessa. Gummi, hvernig heldur að skórið á milli okkar sé? Bara gegnum tíðina. Já. Þú veist, það Kannski, náttúrulega þú veist náttúrulega, þú varst betri en Ég ég. var aðeins betri, sko. Þannig, þú veist... En þú Kannski veist, við 60. líka, við höfum nú ekki telt mikið á síðustu árum, sko. Þannig að það er kannski spila líka inn í, sko. En þarna... Ég held að sé nú frekar jafnt, sko. Ég held það líka. Ég held að sé nú ekkert eitthvað... Hvernig þitt á móti Palandra? Palli er með mér, sko. Ég held nefnilega að Palli sé mér líka, sko. Eða þú veist, sko, að því ég veit, Palli, vonandi er þetta að horfa, skilur, en ég held ég myndi taka þig núna, sko. Hann er örugglega, hann mun örugglega senda challenge, skilur við? Já, þá er ég bara að taka þig, skilur, en ég er ekki að tala um bullet. Nei. En Palli er fucking Já, ósegur, sko. hann er Kemur hann alltaf óvart, sko. mjög öflugur, sko. Já, ok, underrated skákmaður, það er góð spurning, sko. Hvernig finnst mér ótrúlega erfitt að tefla á móti? Sko, þetta er frábær spurning. Já, þetta er... Hún er ekkert svo... Ég ætla að segja... Ég ætla að segja ég. Já. En í alvöru talað. Við vorum að tala hans fyrir þettinum. Ég ætla... fyrir þátturinn byrjaði.
Mér finnst hann mjög underrated, það er hann að Alec. Mér finnst hann mjög underrated. Mér finnst hann góður. Mér finnst nemendur mínir, Mattías Björgvin, hann er mjög underrated. Já það. Já. Það Hann er með 2-1 að chess.com. Það mætti eiginlega bara segja bara margir af þessum íslenskum skákmönnum af því að þú veist hafa heldur ekki gefist mörg tækifæri til að fara á mót. Nei. Eins og Gauti er duglegur að vekja athygli á Gauti Páll að það er ekki margir í þessum 2000 og 2300 stiga flokki sem að nenna að mæta á íslensk mót. Nei. Og það er bara ekki það margir að tefla, þú veist, þú gefst ekkert færi á það að taka bara þátt í stóru móti. Einnig fyrir áfangarsamlega en líka bara fyrir þessa yngri og ungu og gröðu sko. Já, þetta er alveg svona valið sko. Þú veist, þetta er svona, mér finnst að underrated sé svona gaur sem það er mjög erfitt að bara vinna, skilur við. Já. Þannig að ég held að Björgvin Ívarsson Skram Já, ég samanlega, það er ekkert mál að vera hunda sko en Já, ég myndi ekki alveg segja það. Nei, ég er að stríða núna sko en að það Björgvin Skram er underrated sko, ég samanlega. Já. Hann er nefnilega, því hann er bara eitthvað með 1400 stig. Ég ætla líka ekki að sjá þetta á okkar mann, Leifur, Kristófer Gautason. Hann er underrated líka, þú ert það líka. Já, þú veist, en það er bara, sko, ég vil frekar kannski stýra þessi í virkuskákmennina, sko. Kristófer teflir náttúrulega ekki neitt. Já. Hvað er Benjamin að gera? Fuck, nú er ég bara... Sko, Palli biður næstu skák. Palli Andra? Já, tökum hana og tökum síðan eina Vill hann fá eina með mig, eða? Já, spurning. Palli, viltu fá við Birki eða Gumma? Ég var að vona maður ekki ennþá að horfa, sko. Annars er ég líka alltaf að lausa að véla niður, sko. En... Já, vel Birki. Sjálfsögður, sko. Kalli kom. Birki, þú sagðir þetta, sko. Já, með kjátt, sko. Það er að slökka á þér, sko. Ég er alltaf búið með Gabino. Já, en það sem Gabino gerir það bara hækkar mann 100 euro. Já, það er enda sko, það er fyrir. En það er markas herferðin þeirra. Hækkaði 100 euro. Já, hversu gott slagur bara, Gabino. Hækkaði 100 euro. Svá, það væri stórt maður. Sko Gummi er ennþá í séns á móti efnilega skákmanni okkur Íslendinga. Mér finnst þetta ótrúlega skemmtilegur þáttur bara að taka upp, veistu af hverju? Þetta minnir mér svolítið á, sko þegar ég byrjaði, eins og ég bara segði millisum, þegar ég hugsaði bara að vera gaman að streyma, það var því ég var búinn að vera að horfa á Chessbrass og þessa gæja, Magnús Karlsson og fleiri, sem eru bara að tefla, hlusta tónlist, spjalla og ekkert eitthvað, já þetta er bara svo gott konsept, bara að afslappa og tefla. Já. Þetta er náttúrulega eins og við sáum þetta fyrir okkur í byrjun. Já, þetta er nákvæmlega eins og við sáum. Svo erum náttúrulega, við þurfum samt ekkert að afsaka okkur fyrir hvað við höfum gert, sko. Þvert á móti, ég meina við erum bara... Það er enginn á Íslandi að gera, það er enginn sem hefur gert meira fyrir skákinn í Íslandi en við, sko. Leifur, það er bara staðan. Ok, já, ég held ekki, já, bara... Það er bara staðan. Það vita allir sem vita. En líka bara, gaman að geta tekið fótboltann fyrir og svolítið að ríða þeirri öldu bara til að stækka brandið og í kjölfarið geta hjálpa skákinni, sko. Já, algjörlega. Og síðan erum við náttúrulega líka bara fyrst og fremst í þessu fyrir sjálf okkur og það... Já, það ekki. Var Palla að biðja með skák? Já, þú ert búinn að... Var Palla að biðja með skák? Það var að taka með þess að hún tefla, ég ætlaði að segja að fara að stúdera þetta frá mig. Já. Hvernig er þetta? Ég finnst þetta í pyrrundir sko, en mér finnst þetta bara alltaf lagi, sko, svo misti ég hróka eitthvað til mann eftir, sko. En Benjamin er að eyða tíma, sko, já, það er málið, sko, það er ekkert eitthvað, hérna maður. Ég er bara þægilegur, sko, hann er í ruglunu. Hvort myndir þið vilja vera peði yfir eða með 20 sekúndur myndu? Ég bara, mér líður bara ágætlega, sko, þannig að ég geti ekki kvartað. Hvað á maður að gera? Þetta lukkar alltaf leið. Eða hvað?
Djöfullinn maður. Var hann með einhverja hótun eða? Áttu við ekki riddari Sefír eða? Það var hrókur núni sko. Það rýfur tenginguna, sorry. Þetta er svaka spennandi skák sko. Lóan komin eða? Lóan, ef við heyrið yfir sko. En það er þetta máli, Lóan er að fara sko. Sumarið er búið. Eftir dark að byrja? Þetta leiði ekkert smá hratt, já eftir dark að byrja. Sérðu, það er bara komið að myrkur. Já. Það er rosa. Nei, anskotin. En Leifur, eitt sem ég langar líka að benda á, að við tökum við ábendingum ef fólk hefur... Mér finnst alltaf gaman að heyra... Ég hef gaman þegar fólk er að benda mig, hei, fáið þennan, skilurðu, þannig að við tökum við öllum ábendingum. Já, og mér finnst líka bara gaman, þegar fólk segir, hei, fáið fleiri skákmenn... Við tökum við öllum. Já, bara endilega. Gaman að heyra, sko. Gummi, ert þú með eitthvað sem þið finnst að við erum að fá? Já. Kannski væri gaman að fá patta? Patti væri skemmtileg sko. Ég veit, þú ert að vanda þig sko. Já, núna sko, þetta var alveg Ok, þú ert 2 tegundir. Já, en maður er með hann í... Köðlun, hvernig líði í köðlunum, Benedikt? Ég ætla að fá request, Leifur. Já. Ég ætla að vera með hvítabandi palla. Ok. Ég er búinn að fá mér hérna 17 Gambino Og hvað tímamörk? Hann er langt á undan þér, hann segir hérna... það verður þakka niður í drengnum. Hann ræður litum og tímamörkum. 3 og 2, ég er með hvitt. Ok. Herra, ég er búinn að klóra sem maður. Palli neglir það. Ég veit að maður lélir í skák. Palli er hann kokki. Já, Palli. Það er ég sem var kokki sko. Já, Palli hefur alltaf verið kokki. Þú ert byrjað að svara fyrir því. Ég ætla að fá mér bara í vöruna. Vel gert. Leifur, áttu Winston? Vel gert, Benedikt. Þetta var svona hörku skák sko. Ég er með rauðan Winston en ég er ekki með kveikja. Herðu, Birkir, þú tekur þá miðstólinn sko. Ég er með rjúkandi kaffi hérna baka til sko. Ég er í kælingu sko. Þú ert í kælingu. Palli, kóttu! Kóttu kallið minn. Herri, ég er einn eftir í stúdíónu. No challenge! Já, það þýr ekki að vera að rífa kjæft á kommentakerfinu Þór ekki að challenge, sko. Litlir í sér Hér hann sá mig setjast. Hann hræddist hann eðlilega kannski. Úff. Nei, ég er með hvít. Check. Nei, ég er með hvít. Hann er að tjá sig þetta, maður sjá. Sko, Birkir, ég skal hjálpa þér að lendir í vandræðum. Það er engar ágjörð því. Já, hérna. Nei, halló. Hann er að reyna. Það kemur samt aftur. Ég skal bara tjálsa hann. Sjá hvað við marga vini hérna. Já, það er geggjað. Eftir myrkur, margir góði menn. Ég elska Chess of Dark meira en barnið mitt. Já, ég líka. En við elskum ykkur alla. Já. Þetta er allt börnin okkar. Erum við konum með challenge? Nei. Palli, kottu kallið minn. Gummi, þú bara sætið hérna. Við skiptum þetta smá. Já, bara þú þarft að standa við orðin. Alltaf overall skori á okkur báðum móti Palla er ekki gott, sko. Nei, ég held að Og ákvæmlega ég skringið þetta í miðjunni. Eða svona þessi ég sé gestur eitthvað. Herri, á ég að taka því hraðspurningum fyrst við erum með þessu? Já, gerðu það bara. Ok. Andersson. Hérna, ég skal tjálsa hann. 3-2. Unrated, þá getur sett á hvítan. Hvað? Ég vinn alltaf. Getur sett rated og white, já, takk. Já. Já, allt klart.
Let's go. Mér langar ekki að spyrja hraðaspurninga meðan þú ert að tefla við Pál. Ég ætla að vinna þetta sko. Gummi, Já. nú komum þér að spyrja Birki. Ekki neitt neðan beltis, takk. Kom náttúrulega ekki með neitt undirbúið sko. Nei. Ég var búist til að fá þetta spurningarna sko. Þannig að... Já, Gummi byrjar að spurja. Gamla góða handriti sem að Bjössi er ennþá að leita. Nei, svona, já, þetta er kannski komið með hinpólinn, eða kannski ekki vinsælt. Já. Svona, við vorum að fara yfir stöðuna hver er svona mest underrated, hver er mest overrated. Vá, skemmt, byltu. Það gæti Vel gert. Og það vill enginn enda sem mest overrated en... Ég er alltaf með svarið í þessari spurningu, sko. Ok. Byrju, ég ætla aðeins að leiða mér að hugsa, maður sjá. Byrju, mest overrated skákmaður á Íslandi, eða ekki? Jú. Palli er að tefla bullandi teóríu, sko. Það kannski liggur næst við að segja einhver gömul kempa. Nei, þetta er, hann er allavega 30, sko, það sem ég er að hugsa um, sko. Tjóðlega Palli góða maður. Birgir, ertu með svaraði höndum með það? Nei. Fá það þá frá Gumma? Það er náttúrulega Helgi Brynjarsson, sko. Þetta er sneið. Nei, þú veist. Nei, þetta er náttúrulega bara djók vill okkar Helga, sko. Við erum... Helgi er frábær skákmaður, sko. Það er bara, hann er... Þú veist, maður þarf svolítið að stíga niður, sko, til þess að... Hann er ekki ofháðum hesti hérna í gegnum bara... Já, hann er besti lélegi skákmaður sem teflu. Já, það er staðarinn, sko. Það vita það allir, sko. En það er samt alveg þannig að hérna... Já, þú veist, bara því litla sem ég sé að Helga, hann er ofur aggressífur og þannig getur þú unnið ótrúlegustu menn en tapar líka fyrir ótrúlegustu mennum, sko. Já, mér finnst það samt, hann er ekkert það aggressífur að hann tefla alltaf sömu byrjunina. Já. Og það er bara eitthvað kjaftaði, ég er ekki viss með þetta sé byrjun, sko. En hann er mjög góður í skák, sko. Þannig að, þú veist, hann hefur það, sko. Hann er alveg, þú veist, það er erfitt að bara, þú veist, maður vinnur hann ekkert bara eitthvað í 10 leikjum, skilur. Nei. Það gerist aldrei. Hann stendur alveg mönnum sem eru stigar en hann og... Já, það er alveg, þetta er Helgi alveg á... Hann er alveg góður, sko. Ég er bara aðeins búinn að vera... Þetta er bara svona brandari á milli okkar, kannski, sem hefur farið inn í þáttinn. Það er bara þannig. Hvernig líst þér á það, Birgir? Já, þetta veit hann. Hann drepur þetta. Þetta er bara svakaleg skák, sko. Ég trúi ekki að menn sé að tefla og tala hérna, sko. Núna er ég bara, orðin bara... Ok, núna ætla ég að taka þér hraðaspurningar, Birgir. Ok. Þú ert búinn að titla þér, komaði vel fyrir á hérna... Þú ert bara út í Berlín. Ok. Með konunni. Já. Þetta er útisveð, það er 20 gráður, sólin er að setjast. Og þú ert með ekkert eðla næst þjón sem kemur upp að þér og segir hvað bjóður að drekka, við erum með allt í kvöld. Ég segi Weissbier. Weissbier, þetta er svo gott svar! Það er bara staðan. Þýski bjórinn, hveitibjórinn, hann er á öðru level. Já, þetta er getinn. Sko... Að Gumma á Hólöstuðum, þá er þetta getinn, sko. Já, með fullri virðingu fyrir Gumma, þá er hveitibjórinn, hann er getinn. Ég segi alltaf bara Weissbier. Já, það er nefnilega málið, sko. Ég er ekkert viss að margir hafi uppgötað þýska bjórina þegar eins og við komum minna á hann kostar 570 kall í ríkinu og það er ekkert á hvers manns færi að vera eitthvað að experimenta með það en að hella sér í góðan hveitibjór helst í Þýskalandi en líka bara setja hann í gott glas og alltaf að bleita glasið á hellir hveitibjórsglas. Já. Það er óviðarnulegt, það er vel gott. Ég er sammálaðir, ég ætla að segja Kellerbier. Það er á öðrum tóa en nokkuð svipað. Ég ætla að vera hraðaspurningar, ég er að skemma þér. Birgir er á full fókus, sko. Hvað er það? Það er eiginlega skák på líf og dauða, sko, fyrir hann, sko. Birgir, hver er uppáhalds... Já, það er mikið sem keppa, þetta er stoltið. Hver er uppáhalds maturinn þinn? Það er... Birna er mjög góð í eldhúsinu, sko. Ég kann alltaf ekki að gera rista brauðið, sko. Ég ætla að segja bara... Hraðaspurningar? Af hverju ekki biskup Egill? Það er bara frábær spurning hjá þér. Og það kemur núna. Já, sorry Palli. En svona er að lenda í stúdíónu. Já.
Lenda 1 á móti stúdíónu. Það er 1 á móti 3. Já, uppáhaldsmaturinn. Ég verði eiginlega bara að segja ok, það er bara ribeye, nautastek. Ribeye nautastek. Okay. Já. Farið á nokkra þannig staði, Birkir. Já. Já, þú ert steikamaður. Ég og Gummi tókum eins og ferð sko til Amsterdam sem að við ætlum ekki að fara nánar út í þá sögu hér í þættinum en það var helviti góð ferð sko. Nóttu leik, já. Það sleppur. Bíddu. Getum við ekki borið drottninguna ofurleiði núna? Overlóta hana einhvern veginn. Setta biskupinn á drottninguna. Leiðum hann að drepa drottninguna. Já. Drottning C3 virkar. Nei, biskup F8. Já. Drottning drepur drottningu. Hæ? Nei. Drottning Já, drepur- sorry, já, vá. Fyrirgeðu. Stalaði nokkrum sekundum, sko. Ég er með pallilið þegar með 2. Já. Nei, en hérna, já, ok, þú segir ribbaði með góð rauðvinni. Hvaða rauðvin? Gabino, sjálfsögðu. Sjálfsögðu. Þá langar mig að spyrja, kemur annar skemmtileg spurning og hún er til ykkar beggja. Spurt er, hver er eitthvað sérréttur í eldhúsinu? Risotto. Það er svoleiðis? Já. Góður í því? Ég gerir mjög gott risotto, sko. Flutti þarna út í Danmörku Já. og hann kunni alltaf ekki elda, búin að búa í Vá, ég ætlaði líka að drottning ég er maður. Og það var ég bara, þú veist, ég var bara að gera grjónagraut, skilur eða eitthvað, skilur. Já. En síðan var maður bara, lærði maður á þetta og þá var maður bara að byrja að henda í bara risotto, sko. Og það er geggjaður réttur til þess að elda. Þetta er hann mjög góður og þú veist, þetta gert mjög mikið að útgáfa á hann, sko. Hvað er þetta að hendi í þetta? Ertu með sveppi og... Mér finnst sveppa risotto mjög gott, sko. Já. En svo getur það hent kjúkling og eitthvað þannig í, sko. En sveppa risotto er go-to. Já, ok. Þetta er ekki auðunnin staða, þótt þú sért með skiptamann. Nei, ætti nú að vera... En já, ok, sveppi risotto, ertu að hugsa sem aðalrétt eða meðlæti? Já, það er aðalréttur, sko. Það er Ég er aðalréttur. ekki alveg komin í 3 rétt og þeir aldrei mig sjálfan, sko. Nei. Bjóstu einn eða? Ég bý einn, sko. Já, þannig að þá varstu... Þá neyðustu til þess að kunna þess að elda. Já, það var einmitt málið þegar ég fór þarna út, sko, og þarna... Þú veist, ég þurfti bara að læra að elda, sko. Já, hvernig var íbúðin? Var hann öll í ruslið eða? Nei. Piparsveinir íbúð eða? Nei, þetta er bara eitthvað stúdentaíbúð, skilja, stúdíóíbúð, þetta er ekki beint stúdentaíbúð, þetta er meira svona stúdíóíbúð, skilja, hún er bara pínu lítil og þarna, maður, þú veist, það bara gekkst ekki frá og bara hún strax komið til allt, skilja, þannig að maður þurfti að nýta hvert fermetri, sko. Já, hvað var í kælinum? Hvað var alltaf í Alltaf í kælinum? Danmörku það verður að vera með bjór, sko. Ok. En þarna, og svo bara, þú veist, alltaf til eitthvað sem þarna, bara var hægt að eitthvað elda með, sko, alltaf til eitthvað kjöt og alltaf, þú veist, maður bara lykillinn er að eiga pasta, það byrja einn, sko. Það er svo mikið sem við getum gert með pasta, sko. Já, það hljómar vel, sko, að eiga pasta, já. Og líka bara hendir í pottinn og eitthvað maður. En eins og ég segi, þetta er ekkert auðvunnin staða. Nei, en þú erum endar svona tíma, Birkir, hugsaði það, sko. Já, rétt. Gumi, ertu... Já, ég er með eitthvað. Ég held ég átti breykan á það. Hvað er með pælingar? Ég er að pæla bara eitthvað, ok, við fyrir með það. Fara með kóngin í smá skóhlaup eða? Ófyrt að Og í draga. aftöfli. Já. Já, ég var að pæla í þessu. Og taka síðan bara Já. beðið. Já, mitt. Ok. Skiptu upp á biskup og... En þetta er málið, sko. Já. Svolítið langt í fyrstu. Já, þetta er nú meira, sko. Elli Bergmann segir please, nei, miskunn. Ég veit ekki alveg hvað að vísi hérna. Þetta er mögulega stilt í þetta upp vitlaust, sko. Já, samt, sko. Ég hefði gaman að því að kíkja á hvað tölvan segir eftir þetta, sko. En við erum búin að eyða fría anlýsingurinn á sko, ef einhver er með hérna ef einhver er með einhverja hugmyndir hvernig hefði verið hægt að vinna þetta og treystir sér til þess að kommenta það, þá má hann endilega spreyta sig. Vestan top 6 aftur, segir Já. Elli Bergmann. Já. Það geti vel hugsast, sko. Ég er vestamæður náttúrulega, sko. Ben Rama Masterclass. Það er rétt.
Já, við þurfum, sko. Suchek líka generational talent, en það raunum svo. Já, upp. Bara prófum þetta aðeins, skilur við. Nei, ekki þarna. Veitu, prófum. Ég veit ekki, við þurfum að prófa eitthvað, sko. Já, Benni, það er aldrei að vita. Ég er alveg í gír. Ég skal bera þetta strákana. Við þurfum að prófa þetta. Já. Þetta er bara jafntefli. Er það? Já, þetta er jafntefli, sko. Ég stilli villust upp held ég, sko. Já, þeir eru að berja í steini núna, sko. Já, þetta er ansið erfitt. Það er líka bara fínt hann á jafnteflið Palla, sko. Ég er bara stoltur að hann teldi vel og I had the advantage, but it was not enough. Nei, Rókur. Já. Nú vil ég bara sjá Rókin drepa þetta peð og kongin. Þetta er ekki bara jafnteflið eða? Dreftu peðið með Róknum og fara burt með kongin. Gerum þetta skemmtilegt í lokin. Já. Flottu Palli. Kíkjum samt á Palli var eitthvað að rífa sig hérna líka, sko. Hvað er hann að segja? Skiptum við sæðinu. Hvað ætlaðu að gera? Má ég taka henni með Palla? Já, Leifur, taktu hérna. Viltu þér miðin eða? Nei, ég er flottur hér. Vel gert hjá þér Palli. Þetta var hörku skák. Palli er svo segur, sko. Palli er örugglega einn underrated, já, þú veist, hann á alveg sjálf skilið það, sko. Þú átt klárlega skilið það, sko, Já. Ok. En Gummi, Já. var alltaf markmiðið þitt að verða, þú veist að því að ég er náttúrulega búin að vera vinuðinn í 100 ár, var alltaf markmiðið þitt að verða Rain Man? Eða þú veist, að því að ég man þegar við vorum í Salaskóla, þá varstu ekkert svona ýktur námsmaður. Nei, ég myndi ekki segja ég sé góður námsmaður, sko. Nei, en þú samt bætti, þú veist, er það ekki rétt hjá mér að þú veist, í Salaskóla varstu bara svona, þú varst góður námsmaður en þú varst samt ekkert eitthvað að pæla alltaf mikið í þessu, þú veist. Já, þú veist, þegar maður er bara krakki veit maður ekkert, maður heldur náttúrulega að sé bara að læra sé bara fyrir, skilurðu. Já. En þú veist, ég veit ekki, maður er bara svo óþroskaður, skilurðu. Maður veit bara ekkert alveg hvað maður vill gera og þú veist, ég tók mig kannski aðeins á í 10. bekk. Ætlarðu ekki að vera læknir? Ég ætlaði læknisfræði. Já, og hvenær ákastu að vera í gikkinn og bara... Þegar ég byrjaði líffræði og líffræði fannst mér ógeðslega leiðileg. Já, þá var kannski ekki læknisfræði fyrir þig. Nei, en ég styði alla lækna sem eru að starfa við þetta. Leifur, þú ert að lenda í Palla Andra-vélinni. Er það? Já. Af hverju? Af hverju draf ekki bjössu? Mér líður allt í lagi. Ekki geð? Nei, Mér líður ekki vel. ég veit ekki, mér fannst starffræðin skemmtileg, sko, og hún er góður grunnu bara fyrir margt annað, þannig að ég ákvað bara að kýla á það. Ég held að Leifurinn verður svo sem vinnur Palla. Nei. Nei, ok, með þessa stöðu þá var það ótrúlegt, en Þetta lítur ekki vel út, sko. Úff, biskuð yfir sér. Það er hættan, sko. En ég veit ekki hvernig ég á að svara því. Nei. Palli er svo fucking góður, Palli. Þú ert mest underrated leikmaður. En það ekki bara... Ég held að það sé bara svarið, sko. Einhverjir aðrir sem er dettur í hug? Ok, þú ert að hraðskakmóti. Já, vilt ekki lenda í Palla, sko. Nei, já, ég ætla að spyrja þig, hraðaspurning. Þú ert að hraðskakmóti. Hvern elskar að fá sem er á svipuðu level og þú og hatar að fá? Veist, ok, hvern hatar að fá? Hvaða gaur er svona sem þú tapar alltaf fyrir? Vel gert, Palli. Já, ég er langt sinni fór hraðskakmót, sko. Þannig að þú veist, ég... Gummi útleik. Já, ég að gera það.
Er Leifur að tefla? Nei, Tökum þetta saman, þú tökum við sko. Leifur alltaf, keppniskap í leik Já, sko. þetta fer í mig sko. Nei, ég bara telt svo að fá kaffimótum sko. Nei, Mér varst alltaf leið til Óla B. Þórs til dæmis. Já, hann kannski ekki mynd að svipuðu level en hann er 200 stum herra en við sko. Já, en ég að segja svona, þú veist, mér finnst alltaf leið að þetta koma Kja og þessu gæði. Já. Óla B. Þórs fucking grót harður sko. Já, það samt sko. Já. Hvaða gaur þetta með 0% skoramóti? Daði Ómarsson. Já. Ég þetta með 100% skoramóti held ég. 100%? Já, ég vinn hann alltaf sko. Ég hann bara kann eitthvað svo mikið og ég veit ekki, en svona svipuð level er hann að hugsa bara hvað skilur. Sjáu þetta. Þú með gott skoramóti Magnús Erni. Já, þetta 2-1 fyrir honum eða eitthvað sko, en í móti er 50-50 milli mín og Bjössa. Bara svo að vita því. Ég held ég einu sinni keppti á móti. Vannst þið Bjössa Þorfnis? Nei, ég held ég bara telt einu sinni við hann og var jafntefli. Já, vel gert. Saman með Þröst. 50-50 með Bjössa og Þröst. Já, en það var náttúrulega bara, ég bara tekið eina skák við á í móti skilur og ég held að þessu er einu skipti sem ég hef telt við á í móti fyrir ef það er ekki eitthvað svona. En ég meina skilur, það taka 10 skákið þá myndir örugglega vinna 9,5 eða 10 skilur, ég er ekki að segja það. Þetta er að Vigni Vatn hafi stórmestari. Skemmtilegt. Já, með þessu áframhaldi, þú veist, hann kom smá lægð, en hann er búinn að alveg sýna, hann getur gert þetta og þarna, þú veist, hann er orðinn í EM. En menn hefa sagt, maður ætti ekki á EM, þetta var ekki EM, þú bara festist. En bara... Hjörvar með þess að pældi að verði ekki í EM. Já, þetta er bara, þú veist, hann pældi að verði ekki eins og FM. Nei, já, þú veist, hann bara, já. En náttúrulega, Hjörvar náttúrulega, þú veist, hann var alltaf, þú veist, titillinn var aldrei sem getan hans var, sko. Þú veist, eða þú veist, núna alltaf GM, hann er bara stórmestari. Æ, Leifur. Já, vel gert maður. 2 peð fyrir þetta. Nei, 1 peð. Ég fórnaði peð í byrjun, sko. Já, riddari, já, þarna, já. Þetta er bara 1 peð, sko. Það er brekka. Sjáðu rókin hans, hann er ekkert fes. Nei, en hann leikur bara GS, sko, GS, hann er bara rókera, sko. Já, gerða það þá. Gerðu það þá, helviti gerðu svona. það. En já, ég veit ekki, þetta er alveg góð spurning, sko. Ég held bara, ég hef ekki telt við þann eitthvað svona mikið, skilur, ég geti sagt eitthvað, sko. Hvaða gæja hatar að tefla á móti þú varst yngri? Ég hata að tefla á móti Degi Ragnars. Hann vann mig alltaf. Af því þú spurði mig, af því ég spurði þig með 0% skoramóti og þetta Ómas, minn er Dagur Ragnars. Dagur Ragnars vinnur mig alltaf. Örugglega, það er örugglega Mikael Jóhann, sko. Já, hann vinnur mig reyndar oft. Við vorum saman, við erum jafngamlir, sko. Þannig að hann var alveg, en sama gildir bara Palla Andar, skilur og þú veist. Já, Palli er fokkin segur, sko. Þannig að þú veist, það er bara, þú veist, þetta er bara staðan, skilur þú veist, það er bara... Leifur bara dottin út í hana, bara byrjaði að... En já, þú auðvöldast að tefla á móti. Ég verði að halda þessu áfram, bara Helgi Brynjarsson, sko. Já, ég segi Hörður Aron, sko. Ég elska Hörður Aron, ég held ég vinna hann alltaf, sko. Segðu mér hvernig ég er ekki með unnastuð. Af því að þú ert ekki með unnastuð? Af því að þú ert með manni undir. Ég manni undir, en Hrókunar er ekki með. Allir kallin mín á leiðinni eftir kongum hans. You jinxed it, man. Nei, ég er að fara að vinna. Ég er bara að tapa öðrum manni. Já, hann fór 1 reyndar. Það var verra. Ég mátti ekki við honum. En næ, hann getur baka mögulega. Og Gráður. Já, þetta fór. Leifur minn. Já, það var stór biti. Palli pakkaði mér. Já, ok, ég skal segja svo hver er alveg auðvöldastur að tefla við. Það er ég bara sorry, en það er bara þannig. Ólafur Evert, hann vinnur mig aldrei. Hann getur ekki unnið mig. Og eins og ég sá það áðan. Og þú ert að fara ársatið með hann til viku. Já, hann getur bara ekki unnið mig. Ég held ég hef aldrei tapað fyrir honum. Kannski einu sinni. Og ég vunnið hann 25 sinnum, skilur. Já. Bara Njóli, það er bara til miður. Þetta er bara... Þetta eru blóð og tennurnar hann fyrir næsta laugardag. Þetta er bara... Jesus. Bara prove me wrong. Já, prove me wrong. En þú veist, það er bara það er bara svoleiðis. Þannig að við bara... Já. En hvað, erum við, já, Palli er bara að tefla okkar 3 skáki við okkur, sko. Hann er samt að standa vel í okkur, sko. Helviti vel, sko. Já.
Tough game, your opponent played well var það sem ég fekk í grillið að mér. Já. Ég vill bara núna að Glý taki skákina sem hún tala áðan þar sem hann að útskýra það sem hann að gera. Já, ok. Nú ertu á móti 15 þegar manni útskýri fyrir gónum út í bæ sem er að horfa. Það er náttúrulega bara eitt sem Ok, það er bara kóngsbragð. Vertu ófeimin við að teikna örvar. Já, það veist, núna er þetta, já, ok, ég tefla bara Ok, þetta er bara síkileg bara Þetta er bara og- síkileg. Og þarna, ok. Já, núna er þetta bara, þú veist, er þetta ekki svona nokkurn veginn, ég er náttúrulega kann enga byrjanir, skilur þannig að ég, Svona, hver á pælingin á hver riddari A3? Veist, hann þurfti bara að gera það, þetta Já. var bara þú veist, það var, skilur ég get farið tilbaka, Já, skilur já, en af hverju ekki riddari C3 til þess? það er að blokka í þennan, sko, þá kemst þess ekki út, en ég held að þú veist, ok, kemst hérna og hérna, sko. En nú er náttúrulega Sartar að hóta B4, skilurðu? Já, þetta Þannig að Gummi þarf að gera eitthvað núna og það er spurning með bara Teiknaði B4 fyrir alla. Já, þú veist, stoppa þennan, það er samt svo ljótu leikur, sko. Þú veist, það er engin hugmynd á bak við þetta, sko, en bara heldur áfram, sko. Já. Já, þetta er bara, núna er pæling, skilur þú veist, hann er að hóta hér og hann er að hóta hér. Leifur, ég verð að gefa fitnessport smá shoutout. Já, gerðu það. Við erum alltaf fengið kassa frá þeim Ég dreif þetta bara. og ég vakna alla mótna klukkan 7, fæ mér eitt ripped og ég er feskur daginn, sko. Já. Og finn mér köttast, sko. Ég hérna, Já, þetta er svoleiðis. Já. ég þarf að tjekka brennslutöflun frá þeim, sko, því ég er búinn að vera að taka kreatínið Já, og ég er hættur að hreyfa mig já. og það er ekki góð blanda, segja mínum enn í fitnessport, sko. Þannig ég er eitthvað að fara að skoða mín mál þar, en já, svo er það líka bara að mæta upp í fitnessport og spyrja þess að menn ráða það. Þeir vita allt, Já. með allt upp á 10, þjónustund upp á 10 Já. og þekking upp á 10 sem er það sem skiptir máli Já, það er bara þannig, sko. en vilt bæta þig, sko, en mér langaði líka að Já, koma aðeins hvað er á hann að- Payday, sko. Hóta ykkur svona, Já. sko. Það er bara, Payday ger okkur lífið ansi auðvelt. Gummi elskar ekkert meira en góðan payday, sko. Nei, en svo er það, sko. Það er hérna fyrir smá fyrirtæki, stór fyrirtæki, bókaldið, græjað. Einyrkja líka bara. Einyrkjar. Erum við einyrkjar eða erum við smátt fyrirtæki? Við erum einyrkjar Við erum og við einyrkjar. notum það óspart. Þannig að og svo líka hreyfill. Hvernig er það? Erum við að fara að kennitala okkur upp eða? Já, enda þannig, sko. Já. þú veist, núna er ég bara að tefla, skilur eitthvað. Ég veit ekki alveg með stöðuna, sko. Kannski förum betri við það með Payday, hvort það sé gott fyrir okkur að kennitala okkur upp. Já, Upp á skattamál að gera, þeir eru með það alveg. það kostar 500 skall, sko. Já, já. Ég verð ekki fullt að sponsum á Jú, jú. Tess After Dark, Það er nú bara staðarendar. Borgum Hettur Rasvarsson, þetta. Einmitt, sko, einmitt. Ok, þú ert svartur með veikleika á D6 en hvítur með veikleika á C3. Já, aftur á skákinni, já. Já. Hvað er að gerast? Hvað er gott? Mér finnst nú samt svona ég sé með aðeins þægilegustu og það er undar þetta var kannski ekki En best. hvað er allar að vinna sem skák? Akkur er þetta með þægileg stuð. Bara, þú veist, það er svona, þú veist, biskupi minn myndi ég segja væri svona aðeins þægilegur en hans biskup þótt að sé að gera svona svipaða hlut, sko. En opnarlína mín er á D-línunni, ok, núna hóta hér, sko. Þannig að, Nei, þetta er bara B5. já, það er rétt. En þú veist, opnarlína mín er á D og allir kallarnir mín er á D, skilur. Á meðan, þú veist, C-línan hans er coverað biskupinu mínu en ég er ekkert að reyna að fara þangað, sko. Vel gert, það er rétt, já. Þannig að, það er svona það. Ok, nú, ef að biskup var á F5 núna þá ættir geggjaða taktík. Já, það er rétt, sko. Ok, ekki geggjaða taktík, þetta er peð, sko. En ok, já. Ég það, ok, sparkan er burt. Ok, þú ert að sparka um burt. Já. En nú bara að setja pressu, skilur þú. Nú er biskupinn hans að taka nákvæmlega enga reyti. Hann er glorified peð. Já, Þinn er aðeins sterkari, en hvernig ætlar hann að vinna þetta? það er bara góð spurning, sko. Ég þarf bara eitthvað að finna út af því. Ég held að drottningi mín ætti ekki að vera að taka þetta peð, sko. Nei. En ef hún fer tilbaka þá getur hann leikið hér og eitthvað. Ég geri það nú samt bara. Því biskupinn minn er held ég yfirbörðar, sko. Held ég. Það er svo erfitt að vera með eitthvað skákskýringar þegar það er eitthvað skákmenn að horfa og maður heldur maður sé eitthvað. Kóngurinn. Já, það er leik frekar hér.
Mér finnst gaman, sko það er langt síðan chatið hefur verið svona virt. Mikið af gömlu, góðu, diggu stuðningsmönnum sem að koma Við bjóðum þið velkomin. Já, og við lofum meiri að þessu. Já, veist. Bara skák og chill, þetta er algjörlega mál. Ég elska þetta. Já. Það ekki? Jú. Gummi, gaman að fá þeim. Já, bara, þetta er bara mjög skemmtilegt, sko. En það, Gummi, þú varst fyrstur á blað. Þegar við leyfurum að teikna upp annað þáttinn í viku, einhver skákmaður sem er áhugaverður, af því við myndum alltaf fá skákmaður sem er áhugaverður, skilur. Algjörlega. Þetta var blöndur í honum. Já, þarna, eins og við stundum talaðum, kemur í ljós kannski munin á 14. stegmönnum og 20. stegmönnum að þeir eiga til bara, var þetta ekki bara frítt peð? Jú, þetta var nefnilega bara frítt peð, sko. Þetta var unforced error. Þannig að, þú veist, hann bara klúraði því. Og allt í einu ertu komið 2 frí peð. Já, það er, ég hef unnið skákum með minna. Yeah. En þetta er samt ekkert held ég frekar einfalt. Við sjáum bara til. En já, nei, þetta er bara mjög gaman, sko. Eins og ég sagði við ykkur hérna áðan, sko. Ég er búinn að vera mikið í umræðinu. Það var allavega kannski í byrjun. Já, þú varst okkur hesti aðdáðandi, sko. Algjörlega. Þótt þetta var ekki alltaf ég. Það var maður alveg, hægri vinstri Það er hrikalega fullt að við eigum. Já, ég var að hugsa það. Þessar fyrstu þætti sem voru bara tefla. Að þeir sé ekki á netinu, sko. Já, það er synd. Það sprutt upp svo góð bandir og það var mjög gaman. Já, en við búum bara til meira content með það. Já, rétt. Við erum bara rétt að byrja. heldur betur. Það er bara staðan, sko. Eru þú 27 sekundur eftir? Já, ég er bara 27. Það er þín happatala. Það er mín hapatala, það er Nei, en þú veist, núna skilur þú veist, ég fór hræðileg ítleikinn í skákina, sko, þetta var bara einhver opin lína og ég veit ekki hvað, en núna er þetta svona bara, myndi ég segja walk in the park, að þú ert bara að labba upp með þessi frípeð, skilur, og það er ekkert sem er að stoppa þig. Nei. Nei, þú veist með þess að biskupinn valda hrókið og þú bara heldur áfram í Café Síkó bara og... Af hverju? Jú, valda peðið. Já, valda peðið hér svona, ég gef hann bara enga möguleika, skilur, já, ok. Tíks er þetta, já, ok. Ykkur er mögulegar. Já, ég gef hann enga möguleika. Nefn að peða það fyrir. Já, ég... Ok, þetta er samt, peðið koma að B6, sko. Já, ég meina þetta hlýtur að vera eitthvað, þú veist, hrókurinn þarf ekki að vera þessari línu, sko. En það er gott að hann sé að valda eitthvað biskupinn, sko. Já, menn sem hann spyr virkilega yfir okkur engar derur ykkur. Af því að ég sækir á morgun. Já, það eru glóðvolgar ennþá úr smiðinni. Vá, við verðum ekki verið með þar alltaf þætti, eða? Jú, við gátum ekki verið með þetta þegar við bara ennþá sjóðandi heitar, sko. Já. Eftir framlýsluna. Já, við hefum bara endur skölláttir í þáttinn, sko. Já, ég vil það ekki, sko. Nei. En... Ná, hafa kvartling nú þegar hjá okkur. Já, við erum ekki neitt við það að gera, sko. Við erum ekki, já. Það kallar sér að leika sér eldinum, sko. Já, það væri ekki jafnvel. En já, það er líka gaman að því að málið með Chess After Dark er að mörg streymi eru kannski bara fókus á til dæmis fótboltan og síðan er vertíðin hjá þeim búinn þegar sumarið klárast, svona nokkurn veginn. Við erum 24/7. Já, og það er bara svo mikið af góðum gestum á döfinni og flottu fólki sem við hlökkum til að fá í AHA-höllina og spjalla við. Ég segi bara Nei, hvað er ég að gera? Hæ? Nei, ég er bara kaldur, sko. Þetta Gambino, þetta er ekki áfengislaust, það er bara staðan. Þetta var gaman. Vel gert. Já, við vorum að spila skák, sko. Það er bara hannig. Og bakkarunum. Já, hvað finnst þú manni? Ég vann Evert og engan annan. Það var challenge-unum. Já, þetta er þetta er alltaf, Helgi náttúrulega grísaði náttúrulega eins og hann gerir alltaf, skilur, og Bensomann er náttúrulega bara efnilegasti maður á Íslandi. Ég var alveg í fínni stöðu á móti... Já, tökum minna hana. Hver er þetta? Lóa frá Kanada. Já, nei, hann er Íslendingur, held ég, sko. Er þetta Ármann eða? Hann var duglegur að challenge okkur í den, sko. Þetta er til örgla Ármann, sko. Já, við erum að fá menn tilbaka núna sem hafa ekki verið. Ármann, hann er... Nei, hann er ekki. Hann vann einhvern, þegar hann var með einhvern 1200 stig, vann hann einhvern... Nei, hann var stigalaus og tók bara þátt að Reykjavík Open og hann var bara kóngurinn og svo bara eitthvað...
og svo var hann bara eitthvað selab á Íslandi, betur, ert þú Ármann eða? Já, því að hann vann einhvern EM í fucking 12 leikjum, skilur, já. það var bara eitthvað, þetta var svakalt sem ég veit sko, en síðan bara hefur career farið downhill from there, sko. Nei, ég sé svona, Ármann, þetta að horfa á þú ert alveg, þetta var mjög flott skák, sko, en þú veist bara aðeins að His high point, sko. Já, þetta var svona flott skák, sko. Já. En það kannski góð spurning líka, svona hver svona besta skák sem þið til, sko? Bara svona hver situr eftir, skilurðu? Náttúrulega mín besta skák by a mile, ef ég byrja, að ég vann EM með 2.450 kappskák. En var það Wang Yuchen. En var það því þú teldi svo fárlega vel, skilurðu? Þess að Bjössi sagði, skilurðu, hann vann hvern, Wang Yu, já. 2.690. En hann sagði, skilurðu, það var því að hann teldi bara eins og okkur Rassolfur, skilurðu. Nei, þú veist, en það samt bara þannig, skilurðu, að jú, ok, besta skák sem ég teldi kannski móti ykkur 17. gæi eða eitthvað, skilurðu, en ég að segja svona eftirminnilegasti sigurinn í kappskák. Já, það klálega sem stigasti, sko. Já, væntanlega, skilurðu, og ég vann hann, sko, í einhverjum ég var það montin af þessu að þegar ég var búinn að vinna hann að þá tók ég mynd af henni og setti á íslenski skákmenn bara, ég var að vinna 2.450 bara í kappskák, sko. En ég man eftir Gumma alltaf fyrir þá sem ekki búin að sjá skák þegar Gummi Líf vinnur Palla Sig. Það mín uppáhaldsskák. Já, þetta bara sturlu skák. Gummi fórnaði bara einhverjum 3 mönnum eða eitthvað, mátar hann á miðju borði bara í einhverjum. Nei, ég skal fara hefði þið spurt mig þessu, sko, það hefði ég klálega sagt Palli Sig skákinn, þetta svona 2008. Palla Sig, we love you. Já. Kóngurinn. En þetta sérst bara einhver síkilega vörð, svona frekar basic eitthvað. Nema ég fórnaði, sko, 2 riddarum. Já. Fyrir bara eitthvað sprikl, skilur, ég tölva að segja eitthvað -2,5 eða eitthvað, skilur, á svartan, skilur, en tölvan veit ekki allt. Nei, og líka, þú ert ekki að tefla Já, þú ert ekki að tefla með tölvu, þú ert að tefla með Palli Sig sem var 1900 stigamaður eða ég veit ekki hvað. Basic í tölva. Og ég bara eitthvað 13 ára, bara eitthvað, já, þetta er geggjað. En og ég fórnaði 2 köllum, riddurum, meira að segja, og endaði bara því að vinna skákina. Og þetta er skákin sem ég myndi bara alltaf sína. Hver besta skák sem þú telt. Basically á leggstinniðinum, þá verður við með leikjaröðununa á þessari skák, sko. Já, ég þarf að finna þessa skák, sko, því hún var alveg... Ég man að Bjössi Þorfinns sett hann á skákvotni, sko, hún var það flott, sko. Hún var alveg frekar mögnuð, svona, þannig séð, sko, en ekki að því eitthvað, það er alveg til betri skáki, sko, en bara þegar maður var á þessum aldri, skilur, að geta... Það er munurinn á til, þú veist, mér og Gumma, skilur, að þú veist, ég mun aldrei eiga svona skák, skilur. Nei. Ég vinn bara einhvern veginn, þú veist, af því að ég kann aðeins mér í byrjunum en hinn, skilur. Gummi vann þetta bara pure genius, skilur. Það er bara staðan, sko. Já, þannig að þetta ég skal sýna þessa skák, ég skal sýna þér þessa skák, að því hún var... Það væri góð YouTube-klippa. Já, þetta væri alveg frekar skemmtileg YouTube-klippa, sko, því að Skulum bara taka hann upp eftir það. Já, við bara gera það, Hún á skákvöndinu, sko, við getum fundið hana, sko. Já, ég held að skákvöndinu verður bara búið, sko. Það myndi stótt líflegar umræður þar. Það var tandurinn íslenskar. Það var íslenskir skákmenn back in the day, sko. Það var... Já, en það var... Menn eru farin að fara ansi frjálslega við ýmis hugtök í dag á veraldarvefnum. Sérstaklega á Twitter, þá er ég að vísa í... bara, já, mjög magnþrungin orð sem að byrja að nota í ansi víðum skilningi, en það mætti alveg skilgreina það sem fór þar fram oft sem bara ofbeldi. Já, skákvöndinu, já. Það var svakalega svæsnar umræður þar. Já, en þetta herti menn bara, sko. Já, þetta var gamli skólinn. Sko, ég get nefnt þetta því ég var að tala um á hana mesta afrek sem ég var að komast til landsliði. Já. Og það er bara það, skilur, fyrir mig sem einstakling. Og ég fer á Norðurlandamóti og það eru 10 að taka þátt og ég lendi í 7. seti með 2,5 af 6 eitthvað svoleiðis. Og þá bara segir einhver Torfi Stefánsson bara... Torfi í tér? Nei, ekki Torfi, nei, annar guður. Og hann segir bara
erum við virkilega að borga undir svona einhverju lúser eins og Birkir Karl Sigurðsson sem fara út allan heim að tefla og lenda í einhverju miðjumóði og ég var að lesa þetta á meðan á móti stóð. Já, þú veist, það besta við þetta er að skákurni átti svolítið stað á þeim tíma þegar menn voru ekki alveg búin að uppgöta hvað internetið var. Já. Þú veist, gamla settið áttaði sig ekki alveg á því að tala á internetinu er ekki eins og að spjalla í alvörunni, skilju. Allt sem fer á interneti að sjá það allir og það er þarna alltaf. Og menn voru ekki búin að kveikja því, sko. Og ég held að það var alveg átt sinn þátt í því að, ég meina, eftir íslenski skákmenn er ekkert ólíkur vettvangur, það er bara, jú, það er vissulega miklu fleiri sem sjá þetta en hérna, þetta er raun og veru sama konsept, þetta er bara spjallhótt, skilju. En menn myndi aldrei leyfa sér að segja þessa hluti í dag, hvergi? Nei, en ég get sagt það bara að ég er harður Já. að ég hefði gott að heyra þetta. Þetta var bara rétt hjá hann. Ég bara, þú veist, hvað okkur yfir að borga fyrir mig til að lendi í miðjumóði en á Norðurlandamótinu? Var það sem þú þurftir að heyra? Nei, kannski ekki, en þú veist ég var bara ánægður að það væri einhver gaur að pæli í mér, skilur. Þá fannst mér ég vera að ná árangri, skilur. Þessi gaur að pæli hvernig mér gengur, skilur. Já, það er líka gott hugarfar, sko. Já. Þannig að, og svo mátti eiginlega hvort ég hef staðið vel eða ekki, skilur. Já, það er bara hannig. Gleymi aldrei Steffi Bergs, ég var að tefla 2-2 gæða, það var miklu betra, sko. Og hann spyr, og Steffi var þjálfari að það, og Steffi situr svona, hann stendur við hliðina á borðinu mínu. Guðin spyr mig, við hliðina bara, eitthvað. Og bara, Steffi náttúrulega má ekki segja neitt, skilur við, skilur við. Og svo segir hann, og Steffi kemur bara, horfður á mig bara. Og ég eitthvað, no, Steffi eitthvað, vel gert. Og? Svo enda á ég jafntefli. Erum við sýnist þetta sigur hér? Já, ég vona það allavega. En við þrír erum að keppum sama titilin eftir 6 daga. Já, það er eins gott að menn vinni heima. Það eru blóð og törnum á maður. Ég var að tefla á myndi Palla Andra og ég vildi ekki gefa vopninu. Nei, eðlilega ekki, en það verið að skoða fyrir móti. Já, það er hérna. En svo er þetta það Paul Frigge Cup. Paul Frigge Cup er náttúrulega aðal keppnin, sko. Hvað er Paul Frigge Cup? Já, það er hinn byggarinn. Þeir sem tapa. Já. Hann er miklu stærri. Já, það er mjög gott koncept. Sem sagt, ef þið bara segið mér og hlustum aðeins frá ársöldinni á hrókunum. Hvernig virkar þetta skákmót? Það eru 2 mót. Það eru svona riðlar, skilurðu, sem Hæ? bara að gera eitthvað, sko. Það eru 2 riðlar, skilurðu, það verður skipt í 2 riðla, það er að drepa hér. Sem er bara sniður. Og svo bara verða þeir sem eru í efri riðlinum, þeir fara áfram í meistaramót hrókana. Já. En hinir fara áfram í meistaramót, í Paul Frigge Cup, sko. Það er alvöru byggarinn, sko. Hann er eitthvað svona stór, skilur, meðan meistaramót hrókana er bara eitthvað pínu lítill, sko. Þannig það er verið að berjast að tapa öllum fyrstu, síðan þú kemst í hinn riðilinn þá viltu vinna eins mikið þú getur, sko. Hitt skiptir enga máli, sko. Nei. En ég held að þetta séu nokkurn veginn góð lokaorð, klukkan er að slá 12. Hæ? Já. Er þetta 2,5 tíma þáttur? Já, þetta er búið að vera rosalegt. Bara lengstu þáttu bara. Já, ég held það, sko. Já, þetta er bara streymi, þetta er bara klassískt skákstreymi. Þannig að ég ætla bara að henda lokalægin í gang og svo er smá óvænt í lokin. Já. Þannig að við erum að fara að kveðja ykkur núna, en fyrir þá sem er að horfa á live, það gæti verið smá glaðningur í lokin ef þið haldið áfram að horfa. Það er staðan. Það er staðan. Svo leifum við að mæta aftur á þriðjudaginn, sko. Já, það er rétt, það er. Við hættum ekkert. Nei. Guðmundur Kristi Lí, Já. hvað skiptir mestum á lífinu? Bara að þú sért ánægður með hvað þú gera, sko. Það er bara þannig, sko. Já. Þú veist, svo lengi sem það er bara eitthvað að vinna eða að læra eða ég veit ekki hvað, bara þú bara hafa gaman að því sem þú gera, sko. Já. Það er bara þannig.
Klárt, herri, þakka við kærlega fyrir í kvöld Já. og öllum ykkur sem voru að horfa. Að sjálfsögðu þökkum við Payday, AHA, Motiv, Hreyfli